Já, velkomin að Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall, fáum hingað gest sem leyfir okkur að kynna sér og kannski leyfir okkur að spegla okkur í sér, eins og sagt er. Hingað er komin Þórunn Valdimarsdóttir. Takk. Alltaf velkomin. Takk. Rithöfundur, sagnfræðingur, Já. skáld. Myndlistarmaður. Myndlistarmaður. Tónlistarmaður, ég þorum ekki út úr Listakona þá. öllum skápunum, já. Guðbergur sagði fyrir löngu, ef barn getur eitthvað, ef einhver getur eitthvað einni list, það getur yfirlt í öllum. Já. Af því það er eitthvað sem ræktast upp hérna, eða er meðfætt, maður veit ekki. Já. Já. Ef maður er skrítinn, ef maður er skrítinn. Bubbi byrjar að mála eins og Bob Dylan og Joni Mitchell. Allir, meira og minna. Já. Og núna þurfa allir ef að þessar gervigreind tekst eitthvað að fækka störfum eða þannig, þú veist að Mér finnst þú á mínu Facebook aðalega að vera að reyna að fækka listamennunum því að ég er alltaf að fá svona myndir sem eru gerðar af gervigreind. Yfirlitsmyndir við Reykjavík, það sem Hallgrímskirkja er mjög undarlegt. Þetta er alltaf ógeðslega skemmtilegt. Sko að því ég hef alltaf verið á mörkunum og sumir hafa haldið að ég var eitthvað að ljúga ef ég skrifa skemmtilegan text í sagnfræði. Þú ert með gervigreind kannski bara? Já, örugglega, spurðu gyðjuna. Þú er með samvisku gervigreindarinnar sem hún getur alltaf þá bara býrum til sannleika. Já, fólk sem sagt eftir Snorra Húsafelli þá tókst mér að skrifa mjög vel unnafræðilega bók á skemmtilegan hátt. Og þá bjó ég til veður og klæddi fólki í fötin sem voru þá í tísku. Ég er ægilega nákvæmur sagnfræðingur. Þannig að þetta var svolítið pínu sárt fyrir mig og fólk sá ekki að ég var ekki að rugla saman staðreyndum og draumi, sko. Fólk held að vera að skálda þetta upp. Já, svona. Var reynt að tósa mig niður það bara vegna þess að hér á Íslandi er Danmörku tóta norður úr Þýskalandi og við hérna stóra landið undir Danmörku, þá kom þetta allt hingað, sko, hérna, og það var þá líka þessi hryllilegi þýski sagnfræðiskóli sem kenndi við Ranke, sem var að reyna einhvern veginn að gera sagnfræði fínni með að gera hana eins og raunvísindi sem hún verður aldrei því að saga er miklu nær húmanisma. Það er margir sem vilja líta út fyrir að vera gáfaðri með því að vera aðeins leiðilegri. Ef maður vil kvelja besservissir þá segir maður óvart vissi besser. Og ef hann leiðrétti þig og fattar ekki háðið, þá er hann ekki viðbjargandi. Eða hún afsakið, ég ætla ekki að vera kynjavond. Það er svolítið þannig að eitthvað sem er skemmtilegt þykir óæðra. Þú heyrir leikara, gamanleikara tala þetta? Elskan mín, þetta eru leifar af lúterskunni og allri bælingunni sem að allt byrjaði með einu litlu sem þú ert búin að hjúpa þarna? Já, kirkjuþing, fjórðöld eftir Krist. Það hafði verið jafnvægi veröld víða af því að það var bara ein útungunarvél stelpa látin lifa í hverri fjölskyldu. Karl Klove kom hingað og flutti erindi, þá var ég bara barn í háskóla, en þetta satt og einhvern tímann fékk ég svona vitrun, áttaði mig á þessu. Hvað þetta hefði fyllt verölduna allt af stríðum og hryllingi. Hvenær var það sem var bara ein stúlka útungunarvél í hverju fjölskyldu? Veröld víða, allstaðar í mannfræðinni. Því að ef við setjum, ímyndum okkur bara einhvern hóp og ættbálk eða ættflokk eða bara eina fjölskyldu, ef að við erum 5 systur, allsystur. Mamma átti 5, ef að við allar hefðum eignast 5 útungunarvélar og það eru allar 5. Ég reyndi að rekna einsni, ég er svolítið rugluð. Það er 125. 125, já, sko. Og útungunarvélar. Og þá sérðu bara, sér hver maður, og þá er bara... Svo 625 næst. Halló, og þá komur stríð.
við næsta mannflokk og hver vill það? Þannig að þetta er bara skynsemi. Þetta er að vera vondur í dag til að vera góður á morgun. Svo erum við með allir þess útbyrðarvæl. Allt þetta útbyrðarvæl. En hvað hefði verið gert við þessar 4 systur sem ekki máttu eignast? Bara lagðar út og þá fengu dýrin að borða mann tilbaka, er maður ekki alltaf að borða dýr. En það var bara sagt frá því þegar drengur var borinn út. Það er mýtan Ódysseif. Og var það þannig að það voru... Og líka einhverju Íslendingasögu. Hann sagði kallina reið á þing og sagði, elskar mín, nú ertu kassa ólétt, myndi eignast barni með að ég er á þingi, öxar á þingi. Berðan út, jafnvel, þetta hefur verið í eldgamla daga, berðan út jafnvel þó þessi strákur. Af því að mig dreymdi, þú veist, og síðan ræktist þetta alveg eins og í Ödipusar. Berðdreymi, sko. Og það er bara staðreynd og eftir að Einstein útskýri fyrir okkur eðli tímans þá er ekkert eðlilega en að maður finnir hluti á sér og dreymi fyrir daglátum. Það er einhvern veginn. En ef að stúlkubörnin voru borin út þá hlýtur að hafa verið þannig að það voru bara 75% af íbúunum voru kallar. Já, hver vill ekki hafa svoleiðis? Allavega prinsessan ef hún hefur frelsi. og vinnumenn. Þetta er góður heimur. Já, svo er líka ég held í öllu Spendýraríkinu, ég man þetta alveg. Það er bara 1 af hverjum 4 karldýrum sem komast í kvendýr. Þess vegna er fjölkvæni eðlilegt. Og eins fjölveri þegar það eru sterkar konur. Sem er sjaldnar. Við erum til. Og það er hérna langi baugfingurinn sem er lengri en vísifingur. Það gerist... Þú nefndir þetta hérna daginn og þá hann er bara Siggi bróðir sko klippti framan af baugfingnum yfir þegar ég var ekki orðið 2 ára. Gott hjá honum. Kallararhlerinn á Sólbergi sem tók hann af. Þetta er svo merkilegt sko. Þá veit maður akkur maður er strákstelpa. Það gerðist í móðukviði. Hvað er það að vera strákstelpa? Með langan. Hvernig birtist það? Þora öllu. Vera eina strákunum. Og með karlsál? Já, ég segi að ég sé með hamma inn í mér. Af því ég er bara skotin í kallum. En ekki verið með konum með svo mikið jobb. Það er brandarinn minn. Og hefur þú pröfað það? Er það mikið jobb eða þú telur það sem mikið jobb? Heldur, það hljóta að vera. Maður skilur aðra konað innan. En það er mikið ævintýr að reyna að skilja kalla þó þessu einfaldir. Af því það er svo... Af því að maður er bara hálft kyn. Ég meina, við erum all hálf. Og hérna... það er svona gott að eiga einhvern og geta lokað samlokunni. En það er... síðan kemur þessi heldist einmannleiki núna sem er að drepa allt og... Ekki þig, er það? Nei, ég kann að bjarga mér. En það er, sko, bara núna síðasta ári þá dóu 3 kallarvinir mínir og það þurfti að brjóta upp dyrnar. Ég veit ekki alveg með þá alla hvort þeir gátu ekki skriða símanum þegar þau fengu áfallið skiluru. Það eru margir sem búa einir. Þú byrjar eina ekki? Jú, nei, ég er nýbúin að fá mér alveg dásamlega ketti. Það eru margir sem að búa einir. Á sínum aldri, það sé tilefnið að því að við erum að tala saman að við hittust hérna fyrir 3 vikum eitthvað laus og þá sagður að þú værið að verða 70. Já, ég stend á 70. Ég var svo ánægð að geta, nú er ég komin á 8 aldir og sínum mér virðingu. En hérna, já, þetta er náttúrulega, býttu bara, þú ert ekkert svo mikið. Ég er bara... Þú ert á leiðinni, við erum alla á leiðinni. Ég kvíðus ekki, við fagn alltaf að... Mér hlakka alltaf til að elda, sko. Förum heim í Búðardal. Mér hlakka alltaf til að elda, sko. Ég hlakkaði. Já, ég hélt aldrei að ég myndi eldast. Nú? Að því að deyja allir vinir mínir
mamma og hérna, já. Þannig að þú ert á svona stolnum tíma núna, tíma sem þú taldir þig ekki. Já, og það fallegasta við þetta, elskan mín, er að það er svo rétt hjá þér að það er ekkert dásalega en að ná aldri. Að því að maður átt að sjá því Lilja systir með Alzheimer, það er allir með eitthvað nálægt sér og missa vini sína og Eggert dó þegar hann var 56 ára þannig að það er búið að flengja mig svolítið á þessu leiti og kenna mér að það er aldrei dýrmætt að vera ekki dauður en aðal lífsbaráttan gengur út af það að þessi mannskepna sem lenti í 3 ofboðslegum ekki geimiðurum heldur stökkbreytingum í heilanum á okkur þannig að við erum með allt og mikið uppi flóknasta sem er til í dýraríkinu og það er það að to defy, þú veist, maður bara afneitar innbyggðir í óhamingju sinni og finnur einhverja leið, við erum öll að reyna að hreyfa sig eitthvað en innstilling líka en síðan erum við með... Við séum sorgmætt svona innst inn í okkur. Það er eitt staður í geðhringnum en sko það stoppa ekki þar en það er ofta streita og en síðan er bara fólk með trámu meira og minna eftir eitt og annað. Eftir hvort annað mest? Já, en það byrjar þegar maður í móðukviði, hvernig leið mömmuðinu, skilurðu, af því að maður fær hotn og stangar og allt var mjög flókið en samt svo einfalt þetta tilfinningalíf. Ég held að ég hef átt mjög góð 2 fyrstu ár og þá flutti amma og hins systkini fóru að fæðast en það mun vera staðreynd að ef að ólíkt kona lendir í áfalli barnið er konan, skilur það blóði flæðir á milli og svo bara og það er svo gott að við erum að læra að skilja hvert annað svo er líka svona gentíska villur sem að láta fólk reiða upp höndina og ef við erum með rétt boðefni þá fer höndin niður aftur okkur rennur reiðin eða hvað er aftur sagt. Já, en sumir er ekki með þetta og fangelsi heimsins er full af og því að jafnvel heilu ættflokkarnir þar sem þetta genir ríkjandi menn sem að verða reiðir og þá kemur ekki hitt boðefni. Jafnast ekki? Nei, og svo eru sem mennur refsað eins og pedofílum, það er líka eðlilegt að vera pedofíl fyrir að þeir eru fæddir þannig og öllum dýrategundum og við getum ekkert, en fólk sem meiðir aðra við getum ekkert gert við að annað lokað inni. Það er búið vandræðilegt allt. Hvað viltu gera annað við pedofíl? Ég er engin með neina lausn á neinu. En allt er allar kynbælingarna gera þetta verra. Af því að ef að kall síni tippið í blokkinni og krakkarnir bara flissa og hafa kannski séð svona aðra hefnar eins og ég farið send með pappa sínum lítil. En þegar krakkarnir fara heim að segja mömmum sínum þá er einhver músík kona skiljiði en rót alla kynbælinga er þetta að banna að bera stúlkubörn þetta er ekkert flókið af því að Evrópa fylltist af fólki og svo fyllti hryllilega Evrópumenn fundu upp eitt og annað til að reyna fæða fjöldan en síðan og réðu svo heiminn allan en eina sem litla kirkja gat gert nýja Rómaveldi var bara að setja bönn á kynlífið og hryllilega bælingar sem að við munum mín kynslum mann mjög vel en ég hitti fólk en leið fólki þá betur og konum líka þegar það voru frjálsari ástir en stúlkubörn borin út hafa nokkuð tíma verið frjálsar ástir? Ég sagði frjálsari, skildi eftir gat sko. Ég veit, nei, allan heim hafa kallar lúbári konur og haldið við skefjum af því að við erum gáfari og ósegjandi kynverur og
vandræðagripir og þú veist, þegar öll mannkynssagan talar, hver einasti mannflokkur og lokar þetta hérna, en það samt eftir, það var einhver tíma kvenveldi, sko, að því konur ríða, ekki kallar, við sitjum á ykkur og bara það að sólin sé kvenkyns og kallinn máni, þú veist, íslensku fræðingarnir bara flissa þegar ég byrja að tala svona, mér anskot sama. En það ekki alltaf þannig, eða ekki til dæmis í frönsku þá sólin karl? Elskan, það kallveldið. En hér sólin kvenkin? Af því að einu sinni, þegar var færra fólk eða eitthvað, þá einhverju draumaheimi, þá það sést á styttum sem eru til og svona í eldgamla daga, þá tilbáðu bæði kynin konuna að því að við gerum ekki neitt en barnið kemur gegnum okkur. Það auðvitað aldrei flott. Það aldrei galdur. Já, og svo, hvað gerði ég? Svona allt í að koma með barn í fangið. Og ef eitthvað til þess að trúa á tilveruna, gyðjuna, Guða, hvað allt kallaði, þá það þegar maður fær svona unga í fangið. Þannig að ég gat ekki annað en skýrt minn Guðskjöf, Theodor, og hérna... Dudonné myndi hann heita á fransku? Já, og þetta vel til í öllum tungumálum. Nathan, Mattias og Theodor, ég held í öllum tungumálum vegna þess hvað lífi mikill galdur. Og það varst að tala lífið í konunni? Framkallast í konunni? Bara tilveran frá A til Ö ekkert smá stafur. En kallar geta ekki gert þennan galdur til þess? Við getum ekki gert hann án ykkar. Ekki enn. En það einhver kall með sæðisbanka búin að sem dugar bara næstu sem búin að stelast til að dreifast út allt og til eitthvað 7.000 eintök á honum. Og svo var hann ofanlega ljótur. Ég heyri þetta á Austurvelli. Þú hefur fyrirgefið honum að það verið fagur. Nei, þetta bara eitthvað sem fólk að bladra og einst þá sagði mér stúlka sem heitir Védís, þannig að fagra sumardagi satt á Austurvelli, að nú eru unga konur farnar að segja já, ég reið honum, skilur. Þannig að það eitthvað svona að losna úr læðingi. Það var ekki sagt í þinni esku? Nei. En það var hún vinkona Völu systur sem að fekk svona vitrun þegar átti að segja að mamma ætti 7 börn. Þá sagði hún, rýtti mamma þín 7 sinnum. Það var mikið klámdrottning. Ég held að svona samtöl hafi átt sér stað á mörgum leikvöldum. Það ekki? Jú, ég kannast við eitthvað svona. Herðu, en að því þú varst 70, það náttúrulega svona tímamót, svona eins og til þessum áramót og svona, þá fyrir fólk eitthvað að horfa aftur og gera áramótaheit og þannig að þegar maður fer yfir svona tímamót, þá svona automatískt þá dettur maður inn í það að hugsa þetta. Af því ég er með svona eitthvað sem er bara nýorðið 70. Já. Hvaða merkingu hefur þetta? Þetta er náttúrulega hundleðilegt og dýri vilja ekki láta telja sig. Og þessi martröð byrjar um 67 ára, gengur maður, sko, þetta samfélag það líður stórlega fyrir það að vera alltaf að hugsa tölustafi, því að það bara að hugsa getu. Það finnst þér eins og sem verið afskrifaði að 70? Það tekst nú ekki. Over my dead body, sem maður segir. En núna, ég lét mig hafa það að fara þarna, það verið að tala listamannlaun, þarna fundur, í Vigdísarhúsi einhverstaðar. Nú á að stofna sko nýjan hóp fyrir 67 plus. Elli, okkar indæli dóttir Alfredos Lilja, menntamálaráðherra, indæli kona og hún að reyna svo hún getur og sér það hvað þetta er bara eins og að setja ábyrgð í garðinn, í listamannagarðinn og reyna hjálpa fólki, rosalt listamannahatur fornt og gamalt í landinu og öfundsýki og allt þetta tralla sem hellir alltaf upp og sektarkennd að því að bara eitthvað 13-14% af þeim sem sækjum listamannalaun fá
fá í öllum deildum og svo situr maður uppi og já, fékk ég 9 mánuði og alltaf með sektarkenndina við hliðina á, skilurðu, af því að og vorkennir þessu fólki sem leggur það á sig að vera í nefndunum og núna Kárason var að væla og algjörlega með réttu að þetta segist ekkert vera í samkrulli við Rannís-Þór sem húsnaði þar, sko, listamannalaunin. En til þess að verja sig gegn þessum hryllilega erfiðu ákvörðunum, af hverju þú en ekki þú, þá er meira og meira ótrúlega hallarslegt regluverk stett í kringum þetta. Meðan Kárason segi, what? Það var Einar Kárason birti þetta og ég las þetta nú upp á þetta því þetta var svo fyndið. Já, hann er dásamlegur, hann er algjörlega nauðsynlegur. Það er kafli sem hann birti úr leiðbeiningunum. Já, ég meina það. Og ég og hinir Einararnir segi ég átti að þetta við vorum öll félagar. En það er náttúrulega... Það þarf bara að meta verkin. Og hvernig var að meta hvað er Kerlingi búin að gera? Þessa í fyrra og 2 núna í ár. Og ég er búin að skrifa 365 blaðsíður í bók sem kemur út á næsta ári. 365 eins og dagarnir? Já, ég veit ekki að hverju. Það tilvíðum. En ég verð að segja... Þú segir 67, að ég setja ykkur listamennina sem eru 67 ára eldri í sérflokk. Sérstakann pott, já. Það er náttúrulega bara svona, að því að þá er fólk komið á eftirlaun frá Tryggingastofnun. Ég fæ það aldrei. Ég er með góð eftirlaun eftir kallið minn. Já, þú færði eitthvað svona... Já, það týndist saman og einhver reikna út fyrir mig. En já, því ég man eftir að þegar var eitthvað tíma að vera að tuða yfir heiðurslaunum listamanna sem að svona oftast var veitt fólki sem var komið á eftirlaun. Að þá dundaði ég með eitthvað að reikna það. Að þá er þetta það sem að fólk færi er bara það er svo lág upphæð vegna þess að þetta skerðir eftirlaunin á móti. Þannig að gjöfin er bara, ég held að fari rétt yfir 100 skall. Sem hann bætist við, vegna þess að þá bara skerðist eftirlaunin á móti. Já, en hver vill ekki borga til samfélagsins? Jú, já, en ég bara því að láta þetta heiðurslaun alþingis og svona þess að það sé Ég man að Vigdís Grímsdóttir fékk þetta greið, þessi elska, ég ætla ekki að kalla hana hund, en í minni fjölskyldum er fallið að segja greið. Nei, pappi þótti, mamma kallaði gróft að greiðin mín og það var fallið í hennar síslum, en pappi sagði, það kallaði börnin hund. Nei, elskan hún Vigdís Gríms, hún var mjög ung þegar hún fekk þetta, mikið páidæmi og æðisleg kona. Þá fór hún bara kornung á heiðurslaun alþingis og þá fekk hún miklu minni upp að heldur en við hinn sem fengu listamannlaun. Þannig að þá sá ég að þetta var nú svolítið, en auðvitað er rosalega frelsa að losna frá, en ég er samt á því að það sé góð flenging að drabbast fólk ekki bara niður á Norðurlöndinu að fara eitthvað ævi pening. Skilurðu? Ég veit ekki. En þetta er eins og raskilla, þú veist, þetta er bara uppeldi, þú færð að þú framleiðir, ekki? Ég veit ekki, mér finnst nú eitt að einkenni á íslensku samfélagi að við erum ekki sérlega góð við svona hæfileika fólk sem að geta margt. Nei. Það eru margir sem eru í voðalugum barningi. Elska mín, ég veit og svo skammist við rithöfnum okkar fyrir að taka með peningin hinn að þetta er bókgóð þjóð af því að við gátum unna okkur til frelsis gegnum bækurnar sem að miðaldabækurnar okkar er eina sem við gátum og erum ennþá öll uppfulla af þessu allir með handrit í skúfunni og gefur ljóðan sinn sjálfur. Þannig að þið verður svo fá að kannski ef þú verður í bara Þýskalandi eða eitthvað þá ef þú finnur bara lesendur þá getur þú kannski lifað svona sómasamlegu lífi sem höfundur. Já, það er mjög erfitt á Íslandi að þið verður svo fá. Já, elska mín, þess vegna er þetta svo mikill biti til og bitbein að því að ég hefði aldrei skrifað alveg frá fyrstu bók þá gat ég sótt í sjóði, skilurðu. Og þessar 31 bækur mínar. Þú ert aðkvæm í sjóðana? Algjörlega. Þið væri ekki hér með verið sjóðina. En ofsalega mikil gæfa í því að fá alla að æfa að vera minn eigin maður. Já, en þóttu sért að fá eitthvað úr sjóðum og svona, þá ef þetta ekki með þig, en fólk sem að er að fá svona 9 mánuði og 6 mánuði og er að gefa út og svona náttúrulega gefur út og selur í einhvern kannski, þótt að væri 1000 eintök, þá eru ritlunin eiginlega anskotan ekki neitt, sko.
bara kannski rúmlega mánaðarlaun hjá fólki sem millistjórnendur hjá Sólvá. En elskan, þú hefur verið í Afríku eins og ég. Já, en ég ætlaði að klára hann bara hérna, fyrir tengdafæði minn, Leifur Þórarinsson, hann var einhvern tímann að velta þessu fyrir sér okkur var svona mikill barningur að vera listamaður og var að vantaði svona hraustnaskap gagnvart þeim. Þá sagði hann að fólk vill að listamenn séu á lágu launum vegna þess að heldur það bætið upp með því að þau lifi svo fjörugu kynlífi. I wish. Ég myndi þetta allt í þér eftir og mér langaði að segja þér frá þessu. Já, þetta fallega sagt, hann dásanlegur kallinn, ég þekkti hann ekki, en ég man að Jóka Sveinsvinkonu var kærastinn hans tímann, minni mig, og fleiri góða konur. Ég bara kynntist Ingu Huld og hún sagði að það væri erfitt að vera listamannskona. Svo sagði hún ekki meir. Við vorum saman í Kristnisögunni og svo vorum við saman með herbergi í Reykjavíkur Akademíunni á tímabili. Er það enn þessi tímamót að verða 70? Ég er svolítið svona áhuga á þessu af því að mér finnst gaman eldast. Mér líka. Mér líka. Og því að auðvitað tapar fólk eitthvað með aldrinum að það getur ekki kannski hlaupið jafnrætt upp stígan eða eitthvað sluðis. Fólk væri eitthvað annað með. Maður getur alveg hlaupið ekki, þú hlaupir ekki jafnrætt upp stígan núna eins og þú varst 30. Jú, hraðar. Nú? Trausti bróðir minn maraþon. Þú ert kall, ég heyri það núna, þú ert kall. Já, á ekki bara að skrifa í kallkynnið. Ég víst get ég hlaupið jafnrætt upp. Já, ég dansaði Kramsson 30 ár og ég get grátið þegar ég sé vin og fólk sem alltaf síga saman af því að það alveg rétt hjá Grikkjum þetta musteri sem við eigum þessi líkami og ef að þessi þjóð geti drullast til að hjálpa fólki í að byggja upp fagra hreyfingu, ekki íþróttir sem skemma alla líkami. En Trausti bróðir búinn að hlaupa 100 maraþon og járnkall. Ef við hefðum svona náttúrulækningahælið í Hveragerði í kringu sundlaugarnar okkar í staðin fyrir World-Class, að þá... Málið sko Kramhúsið er bara besta hús í heimi og ég get ekki hægt að lofa það. Af því að það kennir manni hreyfingu innanfrá. Það sem maður hlustar á líkamann til að böðlast ekki á honum. Og svo kennir það gleðirhreyfingu. Og þú veist að dansin var bannaður hérna og Jón Ögmundsson vildi verða dýrlingur og tókst ekki og bannaði dans og allt þetta það var náttúrulega svo hryllilt hérna þegar fólk fjölgaði sér og dóur hungri alveg nokkru sinnum á öld að bara viðbjóði fyrir allt samfélag að horfa upp á þetta líka fólk sem átti pening þannig að þá banna kynlíf ekki hægt þá bara fyrsta lauselsbad, húðlát eða borga og ef að kallinn átti pening þá var hann sætur að borgaði líka fyrir vinnukonuna. Annað barn, meiri sekt, meiri húðlát og þriðja skil... Húðlát er það að maður er barinn þannig að húðin flettist upp að bakinu á manni. Já. Og þriðja sinn konun drekt og kallar hengtir. Þetta var sem sagt apparati sem var reynt að nota til þess að halda barneignum í skefjum og dulsmálum voru þegar konur leyndu og áttu svo börn út í gjótu og þú veist, hvernig heldur þessi þjóð náttúrulega mjög geðveik út af öllum hörmungunum aðra þjóður eru geðveikar á annan hátt eins og til dæmis ég var að horfa á heimildaþáttum Feneyjar margar aldir var þýska keisaradæmi og frakkar að berjast þarna norður Ítalíu og svo fluttiði sig norður og í 300 ár var alltaf stríð í Þýskalandi sko af því að það eru bara alltaf fulla fólki sem er einfaldi málið en þar var aldrei öryggi skilurðu þú vissir aldrei hvenær kemur eða Pólland, hvaða sögur sem lítur á. Ég fór til Serbíu í brúðkaup og guð minn góður, ég bara þurfti, að því ég lifi mér svo inn í söguna, að hugsa hvað er gengið á þarna í öllum þessum fucking löndum. Og hérna, hér
þá var hinn kosturinn að drepast úr hungri. Við mestu aumingjarnir fórum hingað, ekki til fín skáld og við mestu aumingjarnir fóru hingað, það segir sér sjálft. Svo gaman að snúa þessu við að því að hver flýr alltaf öll stríð og fer alltaf lengra og lengra í verra land og endar upp á Íslandi. Þetta ekki svona í skólabókunum. En ef aumingjarnir... þá þurftum við að drepast úr hungri í staðinn. Og svo velur þú bara hvort betra. Það alltaf að koma hér og ráðast á því eða drepast úr hungri. Eða kemur kalt vor og það verður mannfellir. Og ef þá fóru núna að tala veðrið. En ef það þannig að það voru mestu aumingjarnir þá áttu líklega við bara sem að höfðu efnaðslega veikari stöðu sem að koma hingað. Eða er það heimskara fólk eða? Ég veit ekki meira. En mér finnst þetta... En það verður ekki þannig aumingi kynslóð. Ég vil elska mitt land, ég vil auðga mitt land. Ég elska mitt land. En það ekki þannig að maður verður þannig aumingi kynslóð fram að kynslóð, sko. Að við getum jafnað okkur. Ég man að ég kom eins og til Portugal stuttu eftir að mistu nýlendunar, þannig að kringum bara 1980. Já. Þá voru allir vissir á því að besta fólki hefði farið til Brasilíu, af því þá gekk vel í Brasilíu, en það var rosalegur efnahagssamdráttur og bara deyfði yfir Portugal. Og þegar fólk vildi bara fara á brasilíska staði og veitingastaði og dansa við brasilíska músík og alveg sannfærður að besta fólki hefði farið til Brasilíu. Það getur vel verið að besta fólki hafi flúið þennan Harald Ólaf Skalla, hvað þessi kongar hétu þarna í Noregi. Og svo komur náttúrulega fólk frá eyjónum. Já, það má ekki gleyma því. Og það er svolítið gleymst, held ég, að það var mikill menningapottur. Og fornmenn, sko ég var hálfa heimild að þáttum fornmenningar á Bretlandi. Þarna nyrst í Skotlandi, Tótan þarna austur, þar eru langflottustu steinaldamenjarnar. Hvað heitir það ekki? Katanes? Nei. En auðvitað var búið að vera bullandi flott æðisleg menning á þessum eyjum fyrir norðan Orkneyjar-Shetland, hvað héti þess margar eyjar. Og auðvitað fer öll menning mest fram samskiptið öll af vatni. Og það hægt að lesa mannkynssöguna voða mikið og auðvitað varð Bretland svona mikið heimsveldi bara kannski út af legunum, það vatn og það eru fljót og það náðu tök á því að sigla úthafinu. Já. Og samgöngurnar innanlands með frá ströndum því að það er svo helviti mikið vesen að labba þetta að fara á hesti. Já, skógur til dæmis er sko miklu meiri farartálmi heldur en að fólk almennt fattar. Það þegar finnst leið til þess að ryðja skó að þá breytist Evrópa, sko. Já. Og svo þetta varu Dánas og Blá og Rín og þetta all menningin fór þar fram. En að þú veist að tala svona áföll fyrir alda hjá okkur. Einhvern tímann voru við að ræða það við þetta rauða borðum að það væri bara inngróið í íslenska þjóðarsál og okkur bara hvert fyrir sig. Áföll, langvarandi bara áfalla streita að búa við þessar sem þú ert að lýsa, þessar hörmungar sem að hungurvofan var alltaf yfir okkur og hættan á því að það kæmi kalt vor og þá myndi verða mannfellir og svo líka að vinnuhjú lifðu ykkur geldlífi inni á bæjum. Nema þegar konurnar voru konar í kaskó. Kaskó? Þegar voru ekki búið laðið sér niður. Er það kallað kaskó? Nei, Lilja kallar að vera koni í kaskó. Það er góður brandari. Einna hennar góður brandari. Já, en þá var að ræða það að þetta væri og þá var hugmyndin var eiginlega svo að við sem að þjóð þyrftum eiginlega sko horfast betur í augu við sögu okkar og vita svona hvaðan við kæmum til þess að skilja okkur sjálf og til þess að skilja samfélag okkar. Sko. Það er með sagnfræðing og hvað finnst þér þessa kenningu? Ég skal segja það að þekkja sína rætur að því að við erum öll tré það gerir maður sterkari. Og svo geta tré smáið upp úr jörðinu og hlaupa upp í Bláfjöll.
bara líkingin Tré og maður, það sést betur og betur hvað þetta allt saman lífið með stórkostlegur út af nýjum vísindum, en það líka, ég svolítið vísindaböf og reyna að fylgjast með, það auðvilt núna því að það allt í netinu, að það var fyrir einhverjum árum sannað að trámu eru argeng. Þeir fara alveg 3 liði minnst á kosti. Og það var gert með rannsóknum á músum eins og fleira. Það var músarungi tekin og færði til annarra móður sem bara góð. En sársökin sem að mammamús lenti í í barninu og svo döð áfram. Þetta hlut af þessu. Og það ekkert langt í síðustu hungursneyð á Íslandi. En það var svo, held ég, ofboðslega sárt hvað voru niðurlagð og áttast ekki margir á því að við vorum aðhlátursefni við allar hirðir Evrópu gegnum aldirnar. Ekki síst þetta kvikindi Blefken í Hamborg sem skrifaði bók það gengur svona tröllasögur, það þurfi allir að hafa einhverja hálfvita til að hlæja. Tröllasögur þetta hryllilega land og ha. Þannig að Íslendingar ljóst og leynt fundu alltaf fyrir því. Og hvaða nýlendu herra svo anstíkilar getur ekki einu sinni reist eitt hús? Danir. Danur. Þeir eru tukthús? Já, lokum kom tukthús. Af því þá kom einhver ný stefna í fangelsismálum. En ég meina, yfirleitt í nýlendum þá settust nýlendu herrarnir að. Komið með hljóðfæri, Hingað komu náttúrulega bara þeir sem að áttu sér enga framtíð í Danmörku. Talandi að vestafólki hafi komið. Þá held ég að það hafi átt við Danina sem að ráku hingað. Ég kann þetta nú ekkert allt og vel, en ég veit bara að maður sér þetta á það sem ég er rosalega súr oft út í Fjölnismenn af því að þessi teiknun tungunar kostaði það að við erum svo heila þegar við heldum að tungur allra hinna allt, það var ekki nógu fínar þess vegna var ekkert verið að skoða þú veist og svo þetta bara eiginlega eitt brandar þetta með tunguna og Íslendinga og tunguvöndunina og tungu ábeldið tungu sem sagt hvað skilvinduna í skólakerfinu allir 20. öld allir foreldrar sem hafði í sér eirið reynda að kenna börnum sem að lesa svo þau færi ekki í Vestabekkin og það var bara ógeðslega skilvinda og það var ekkert fínt nema bókvitt og þetta litla snabbt sem þetta mannapinn dýr með mikla goggunaröð þannig að við og mjög ríkt í okkur að tilbiðja og það svona tilbiðum við þetta einu list okkur að tilbiðjum við alveg óeðlilega skáld og rithöfunda og ég vissulega mér tókst að klifra þarna upp og núna ég að skrifa minningabók sem á að heita Höfuðfuglar fullorðins ævisaga að því að búin að skrifa stúlku með höfuð það bara þroskasaga en þarna byrja ég bara þegar ég byrja að skrifa bækur og reka þarna 31 bók og segi frá samfélaginu reyna með ekki neitt engar áhyggjur ég er ekki vond en ég bara greina og en það var auðvitað sé ég þegar hvað var mikið kraftaverk að ég skildi fá mína kantmagreikir gefna út og svo verið beðin að skrifa næstu bók og næstu skilur af því að ég var ekkit þó ég sé strákstelpa þá og fór í gegnum flottan skóla sem þá var ekki til ritlist en sagnfræðinám var auðvitað ritlistarnám þá var ég ekkert að óta mínum tóta eins og hinir einarnir hér bók eftir mig, kórnarfötum skilurðu ég er samt dama skilurðu þá ég sé sterk en það var bara svo var einn yndislegu maður á fésbók að rifja upp skólaljóðun okkar hvað heita þau? Bláa bókin? Skólaljóðun. Já, skólaljóðun
Og þá, af því ég er orðin gömul grippa, ég sé betur og betur svona hvað gegnum dólgaveldi mitt sem ég hluti af og það má alveg klípa mig í rassinn. Svona að segja, já, hætti þessu, segir maður bara, þú skilurðu. Og alveg nefnir það að bara kalla tilbúinu mamma, það voru sko bekkjarsystur mömmu sem gáðu út eftir hennar ljóð rétt áður hún dó. Og þannig að það var reynt að pota einhverju og mamma gaf sjálf út bók barnæsku móður sinnar með hjálp Þórunnar bernska í byrjun aldar og þannig að ég alin fyrir að konur geti skrifað en það var samt kraftaverk sko og svo var ég svo að þú hafi skrifað að ég hafi náð að verða komið sem til Valhallar Brekkbúan sem eitthvað raukur sem reistur af svona hreintungustefnu það bara einfalt elskan, bara listamannlaun og náttúrulega berja fólk niður bara með því að komast í hóp útvaldra eins og Gísli Pálsson benti á hann í ritgerð sinni hvað var ekki bara 1980 hvernig hefði tungan verið notuð og líka Dostojevskí Hallfríður Gísla Pálsson Tilbyr Gísla Pálsson dásamlega Fríða Þórarinsdóttir skrifa líka þetta í mannfræði hvernig þessi hreintungustefna notuð til þess að viðhalda stéttaskiptingu við þurfum bara það vantar alltaf að Fílabeinsturnin nái út í samfélagið þess vegna svona þætti dásamlegir og allt fólk sem skrifar skiljanlega texta og fyrir almenning það er minnst sem við getum gert en Fílabeinsturnin lokar svolítið inn í sjálfur sér upp í háskóla og það kemst aldrei út og það er illt í lýðræðis samfélagi ekki sagt. Ég ætla að spyrja þig aftur tímamótinu að verða 70. Þú segist ekki að misneitt ég var að bjóða upp á þrautina að maður missir eitthvað og svo fær maður eitthvað. En þú hafnaði strax að þú misstir eitthvað því ég tók dæmi að ég löpum stíga. Ég er bara að lifa algjört blómaskeið og aldrei liðið betur. Hvað fær maður þegar maður eldist? Sjálfstraust. Sjálfstraust? Og kærleysi. En Megas kendi mér fyrir lengu eða ég kendi mér að því Má ég fyrir aðeins tengist þetta að því meira sjálfstraust sem þú ert með að því kærleysisríkari getur við? Nei, er það nokkuð? Er kærleikurinn eitthvað svona sem maður bara verður sig á lífstíl? Nei, eftir í hvernig hvað margir elskuðum maður þegar maður var áður maður var 2 ára þá er það algjörlega bara og það fer eftir fjölskyldum það er svo misjafn blíða í fjölskyldum og ég er heppin að vera alin upp í blíðu og sérstaklega einstu ljósmynd af því að það sést alltaf þó að þessi föst ljósmynd það sést alveg á hópnum það er ekki stífur þó að þessi ekki kannski einhver snerta einhvern það er sko besta gjöfin er að vera alin upp í blíðu Það fyrir þá þangað ég hef haft það sem vana í þessum viðtölum að spyrja fólk hvernig mann fyrst eftir sér það er svo fallegt Pabbi ætlaði með mig í Katólínu flugvél vestur á Firði það við erum hásumar áður en ég var 2 ára held ég en þannig að fyrsta minningin er að ég horfi á mömmu standa hamrahlið 1 í dyrunum og veit ég er að fara frá henni svo man ég eftir mér fyrir vestan og það var svo fyndið að flugvélin hitt Katólína sjóflugvél og gamla kettlingin og svona gamla indjánakettlinga með fléttur og allar rökkotur í framann undan fyrir gamla kettlingin hitt Petólína og þetta fannst mér svo fyndið Katólína og Petólína og svo sváum við í gamla bænum á Mosvellum á hverju þessu Mosvellum þetta er eini staðar held ég á Vestfjörðum sem að fjallið skyggir aldrei á þetta var sýslumarssettur í margar aldir Siggi Svarti frægasti sýslumaðurinn og tvíbýli og amma og afi voru alnátn upp voru skotin enda kom afi þegar hann orðinst unglingur og eignast pappa alltaf ung og svona tralala en við pabbi sváfum í gamla bænum eitthvað nostalgi í pappa og hann á appisinu gulri vindsang á gólfinu og ég uppi en það var ekki brík þannig að litla 2 ára vitleysingur að rúlla út úr rúminu í fangi á pappa það var ekki slæmt þegar ég auðvitað tilbauð pappa minn sko
af því að þegar að stelpa er 3 ára og 2 yngri systkini eða 2 ára, eða þannig, þú veist. Ég fætt 54, Lilja 56, Trausti 57. 3 börn á 3 árum. Þá náttúrulega flýr stelpan í fangi á pappa. Þessi það er bara elsta. yngri systkinin búin að taka sess hennar hjá móðurinni. Já, og Lilja lenti svolítið á milli. En ég, já. Já. En það er það ekki áfall að vera elsta barnið og... Nei, ég er 2 eldri, en þau mistu 2 fóstur á milli. Já. Alexander Einar, Ragnheiður, Þórunn, Lilja, Trausti, Vala, Sigurlaug og Ásdís. Já. En þegar að þegar þú átt mömmu þína, en svo koma ný börn og þá verður mamma þín að Hún er bara með 2 nýja. Þannig þá er það ekki svona eitthvað svona... Nei, það er ekki tráma sem þú gengur með? Nei. Þá skreið ég bara í fangi á pappa. Já. Og hann kendi mér að lesa. Og pappi var alltaf svo glaður þegar maður gat eitthvað. Það besta uppeldisaðferðin er að vera rosa glaður þegar börnin geta eitthvað. Ekki skammast yfir því að þú geta ekki það? Hann raskildi mig eins og ég er með þakklátt fyrir það og síðan að ég reyndi að halda mig Manstu fyrir hvað? Dansa. Já. Fyrir hvað? Ég tók buddu heimilsins og ætlaði í Jónsbúð að kaupa nammi og Ragnar systir kjaftaði frá. Þá bara var ég raskilt hressilega og mamma beið til að hauka mig og eyðilega allar refsinguna neina. En allir flestir eigi ekki svona minningu það að hafa farið í budduna og tekið það, því að þetta verður fólk að gera. Til að bjarga sér þegar maður langar í nammi. Og átt að segja á því hvað mörkin eru. Já. Það er ekki alveg séð fyrirfram að maður megið ekki. En svo var annar sem maður gerði það því ég var svo varsætt. Og þá var ég tísku og ég var voða fegin, ég fór að segja frá þessu, þá hefði fleiri krakkar af okkar kynslu lent í þessu að það var í tísku, ef börn voru vassrætt þarna í gamlu sundlegunum eða hvar það var, bara hendaði út í. Þannig að pabbi hendi mér út í, en ég var mjög hóruð og hrætt, þannig að ég gekk á botninum, ég flaut ekkert, þannig að pabbi fann mig ekki. Þannig að ég hef síðan haft köfnunarhræðslu. Þannig að þetta er náttúrulega smá tráma. Svo ég get notað í þessu vælu samfélagi. En pabbi sá þig ekki, hann hendir úti og svo komst ekki upp? Nei. Og hvað gerði hann? Hann reyndi að finna mig. Svo fann hann mig, en ég meina þetta er náttúrulega bilun að gera svona. Þetta er tráma. Ég er nýfalinn að geta hort á myndir þessu fólk er að kafa. Já, ég man ekki hvort að og alltaf með andnað. Þannig að tráma er alveg raunveruleg sko. Það á ekki að vera enga ryttaskap. Ættu til að segja mér frá foreldrunum, að segja mér frá móðuðinni? Hver er hún? Mamma er engabarn og amma og afi fekk sífilis. Hann var vélstjóri ættaður Ólafsvík og var bara í siglingum graður og fór í vitlausa konu og fekk sífilis. Svo fann ég allir þessi bréf, þá var hann kominn til Kaupmannahafnar í framhaldsnám og þá var hann komið annars til sífilis í hnéð og var að afsaka sig við ömmu og auðvitað var hann búinn að smita hana, en ég hélt lengi að amma hefði dáið í 3. stigs sífilis. Hún dó í farsóttarhúsinu, en það var örugglega ekki þá voru komin lyf, það var örugglega Alzheimer og Jón Snædal ellilæknir varaði mig við fyrir löngu ef að Þórunn amma hafi verið með Alzheimer, þá væri líklegt að einhver á okkur sjö og núna er Lilja systir og Alexander bróðir að fara í rannsókn sko, en við erum auðvitað öll líka verða hundgömul, en ábærslu sorg af því að þetta er það sem við óttumst mest, af því að núna er eiginlega voða mikið hægt að lækna krabbaminn. Og svo hittast... Það var einhverja fréttir daginn einhvert líf við Alzheimer? Það er á leiðinni. Það tekur tíma. Það var lengi á leiðinni, kannski? Já. Kemur í ljós, óþrágrenni því lífi alltaf verið grimmt.
En mamma var semst engabarn og svo hálfgert kraftaverk, svo amma afi var svo góður við ömmu að láta hana hætta að kenna. Amma var með kennarapróf, kynntist Þórbergi og svo trúlegast hún sýslumannssyni úr Borgarfirði og Grippan mammas kom niður og laugaði til ömmu og afa og sagði Þórunn er ekki nógu góð fyrir son minn. Amma var svo fói, hún stökk í skip og fór til Englands og bjó einhver ári að misseri í London, svona á einhverju heimili fyrir sunnan London. Í Suðurlandi. Austan London. Já. Og var líka að læra eitthvað bókmyndir því hún hafði mest að ná á bókmyndum. Svo var hún í Berlín á Weimar-tímanum. Þannig að svo kynnist hún af á leiðinni heim eða eitthvað. En þannig þau eru orðin alveg svona eitthvað, hann var 4 árum yngri eða 5 árum yngri og þannig að eignast bara mömmu, þannig hún var engabarn. Hvenær kom það heim? 1929 fæðist mamma. Og þá faraði heim? Þá hún komin heim. Þá voru þau búin að gifta sig og allt svona. En sko, auðvitað langaði hann að kenna, hún kendi ensku í Landakotsskóla. Hvað var hún að gera í London og Þýskalandi? Hún var svona selskapsdama og eitthvað og læra og vann eitthvað fyrir sér. Nóg. Og elskaði þýsku og þetta kom allt til gegnum mömmu, sko. Auðvitað áfram mamma tilbað þýsku og varði í bréfum þegar hún var unglingur. Skrifaði vinkonu sínum á Gilsbakka það er ekki allir Þjóðverjar vondir skilur, af því að hún elskaði tónlist og allt þetta og þannig að mamma naut alls sem engabarn Víðimel 39, fyrst bjuggu þau í ættarhúsinu Baldursgötu 30. En hún naut þess náttúrulega ekki að vera í stórum systkinahópi sem er mikil gjöf. Já, og hún var svo öfundsjúk út í stelpurna sem voru hinum megin við götuna. Þar voru öll með lús og alveg heill hópur og Þórunn alltaf búb þegar hún var búin að leika sem með krökkunum. En já, mamma einmitt sem engabarn þá ágáð hún og líka þegar hún datt út í þýsku ólit strax, hún var strax ólit í menntaskóla og þá sagði Pálmi rektor þarna var gott efni í grautapottin og mamma sagði Pálmi minn, ég veit ekki hvernig ég orði þetta kæri rektor, ég ætla ekki að hætta en hún faldi bumbuna og tók utanskóla hluta og var 3. hæst og hæst í þýskunum fikk engin verðlaun í þýsku hvort sem það var af því að það var ekki við hæfi út af heimsstyrjöldinni eða af því hún var fallin kona en það sem mamma sagði okkur frá sko sem lét mig eiginlega var kveikjan af bókinni Stúlka með maga að hún réttir, það er allir í salnum á sal í MR og mamma tekur móti skírtunni eins og hinnir og hún réttir rektor höndina og hann tók ekki móti. Það þú verið fallin kona? Já. Það sagði mamma. Svona var þetta bara þá, líf að verða, þú veist, allt sem vorum að röflum á hann með söguna og kynlífið. Þannig að hún fór samt, amma vildi svo mikið að hún sendi hann til Danmerkur, þú veist, hún vildi svo mikið að hún lenti ekki í barneignunum og öllu þessu. Og mamma fór í þýski háskólan og svo var hún Ólda Rögnusystir og þá nefndi hún þess ekki. Og auðvitað er engabarn frekt, það er oft hannig. Hvernig þá? Nei, bara vöna að fá sínu fram? Já, ákveðin og sinnhátt. En mamma og pabbi kynntust á kennarskólaballi across a crowded room og voru samt hvorugt í kennarskólanum. Og það bara fóru þetta hans að vera skotin. Hvernig var það? Hvað var þau gömul þá? Það var 1947, 18 ára. En hann fæðist þarna, elsti bróður minn, 20. desember 1947. Þannig að þau kynnast mjög ung? Pabbi 3 árum eldri. 21 og 18 eitthvað. Eða hvað? Já. Og þeir gerðu þetta sæti strákar utan á landi. Þeir gerðu þetta sæti strákar utan á landi, þeir kræktu sér í höfuðstaðardömu. Ég var einhvern tímann búin að sjá mörg svona dæmi.
En Afi var ekki ánægður, ekki með þennan Tengdason? Ný, hvenær pappi Karl, faðir ánægður með einhvern sem vill enga dótturina. En nei, hann var náttúrulega ekki með rétta menntun. Hann fór til Akureyrar og átti þar að fara í menntaskólan, hann alin upp á Mosfellum í Undarfirði. En einhvern veginn, ég held hann að búist hjá koninni sem þau voru hjón sem skrifuðu barnabækur. Það var fjarskilt frænka. Og Jenny og Heiðar eða? Já, ég held Jenny, já, einmitt. En þannig að honum tókst einhvern veginn ekki að komast inn í Emma, sem var náttúrulega ógeðslega niðurlægjandi. Og mína skýringar, já, kannski hann var þrælgreindur en hann var svolítið órólegur. Og svo þá fór hann í loftskeytaskólann og svo ætlaði hann að fara með fyrstu strákunum til Oklahoma að læra flugumferðarstjórn, en það hafði frestað, hann hefði kosið Alþýðubandalagið var það til þá. Það er sósíaldemókrati? Já, hann hefði ekki kosið rétt. En hann var á bannlista? Já, neða, hann fór ekki með fyrsta hópnum, en hann komst með næsta, en hann sagðist að hafa lært af þess að vera ekki að flíka stjórnmálskólanum, þetta er bara náttúrulega ömurlegt. En í Oklahoma lærðu allir flugumferðarstjórn á þeim tíma og ég seti alltaf fyrir mér í draumi, hann kom heim með indíánadúkkur og alls konar og ég var í maganum með mömmu en hann talaði um lyktina bæði af indíánakonum og afrískum. Þannig að auðvitað, hann var bara svo sæti kall að það fengi allar konur í hnén. Kynþokka. I've been kissed before and I will kiss again, söng Rita Hayworth eins og Já, gott, það er hræslega sungið. Og kossin er alltaf tákn fyrir allt hitt. Og ég er stundum, ég hef rosalega gaman að mjög lélegum kvikmyndum. Ég var með að horfa. Það er eiginlega betri að það eru bara alvöru lélegar. Já. Það sé ekki að reyna að vera góður. Já. Og ég horfði eiginlega mína fyrstu Bollywood kvikmynd í gær. Allt fyrir sjáanlegt og allt enda með kossi sem er tákn þá fyrir líkamlegan samruna. En foreldrar pabba þíns? Já, afi hávaxnasti maður á Vestfjörðum, Ólafur Bergþór Hjálmarsson. Hann var sonur Hjálmars sem var utan, það var skútuskipstjóri sem byggði upp Flateyri sem gerstu föðurbróðið fór til læknis og læknirinn sagði þú ert skyldur okkur og vildi taka erfðaefni, þá kom það í ljós að það var 30 árum yngri vinnukona sem fékk í sig Hjálmar litla og hún láti giftast einhverjum guðmyndi, skilurðu. Og og þarna er einu drykkveldi liðinu sem að mér stendur því að þetta vissi allir Öndarfjörður hvernig þetta var og það var líka sárt þá út af allir þessari þú veist, sögu og afstöðu en þetta var bara svona ég held mér að segja að það hafi verið lögbundið á einhverju mældum að konur ætti ekki að vera í brók svo var greiður aðgangur allir síðu pilsi Það sé ástæðan fyrir að konur eru í pilsi? Nei, það voru allir í pilsi og kalla líka og það voru ekki germanir sem fundu buksunar Ég veit það ekki Jú En að þessu fólki sem þetta lýsa finnst þér þú vera svona blandað þessu? Ef ég myndi spyrja því hvað fékkstu frá móðuðinni? Já, maður er bara að blanda þessu. Eða þegar maður fæðist, eins og manni finnst stundum að horfur á barna, það verður bara til algjörlega nýr einstaklingur. Að þú nefndir Afríku á hana, þá er það sagt sko að þegar barnið liggur í vöggunni og er að horfa í kringu sig, þá er það svona veltaði fyrir sig hver það ætti að verða.
Og það stundu getur að nappað eitthvað sem að barnið vill verða, sem bara kringu það, sem finnst bara meira spennandi heldur foreldrar sinni. Núna sýna rannsóknir að börnin eru með fullar gáfur og þess ekki búin að læra að tala. Þau liggja bara að glotta. Já, svo er það líka mjög erfitt að raunverulega vera orðin svona gáfaður. En eiga erfitt með að tjá það og þurfa að vera að eiga samskipti við fólk sem er alveg lokað inn í tungumálunum. En halló, maður hefur augun. Já, börnum finnst stundum erfitt að vera í veröld þar sem allir eru í orðunum. Já. Og það er bara, fólk skilur ekkert hvað ég vil. Þá er ekkert annað en orga. Þá orgar maður bara. Og síðan er maður meira og minna orga alla ævi af athygli eða eitthvað. Ég veit allavega að mamma var hamingjusöm þegar ég var í móðurkviði. Pabbi var í Oklahoma og ég hafði ömmu og afa þegar þau Ólafur afi Bergþór uppáhaldi mitt. Ég fæddist afmælsdaginn hans og við elskum mikið hvort annað. Hann fékk berkla og þá var hann að bregða búi og flutti suður og þá vildi svo vel til að mamma og pabbi voru að fara að byggja sér íbúð, Hamralli 1 og þá var skammtunar tímar og þá þurfti maður að vera mikil þörf þannig að það var ekki bara þau með tvö lítið börn heldur líka og mig á leiðinni heldur líka foreldra pappa Ragnheiður Guðmundsdóttir og Ólafur Bergþór Hjálmarsson gestur föðurbróðir og Kristján og þetta lið hafði ég til að slást að 2 eldri systkini, mömmu, pappa ömmu, afa og 2 föðurbræður til að slást ham í fanginu. Og þetta er bara þetta litla glada ego sem ég er. Af því að ég er svo vitlaus, ég held að allir elski mig. Og ég fikk alveg taugafall þegar Guðrún Sigfúsdóttir ritstjóri mín sagði sem við mig, nei ég vil hló bara þessu. Þórunn, þú ert ekki allra. Skilur, ég hef þetta sjálfstraust og sem er bara af því að ég var svo vel farið með mig. En auðvitað hef ég ekkert sjálfstraust þegar þannig stendur á eins og allir hinnir. Hvernig munurinn að þessu tvenns konar sjálfstrausti? Annars vegar að efast aldrei og hins vegar efast bara eins og hinnir? Að hafa ekki, það er eiginlega alltaf þreyta. Það er eiginlega alltaf þreyta og þá má bara hvíla sig. Ég nefndi ekki að fara í útgáfu TT3 hjá útgefendunum mínum Bjarni Harðar í gær að því ég fann bara ég var þreytt. Og ég var ekki svona brilljant núna ef ég farið þangað og orðið þreyttari. Maður verður þar eitlar og ef maður finnur smá í þeim þá eru hvítu blóðkornin byrjuð að berjast við eitthvað. Og síðan ég byrjaði að hlusta á eitlana, bank, 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 þá fattu ég alltaf að hvíla mig. Er mikilvægast að öll að hvíla sig en auðvitað býður samfélagið ekkert upp á það. Nei, það er ekki og það byrður ekki. En sem sagt mamma svona álög, mamma var svo berdreimin. Ég man sterkast þegar mamma vaknar og segir æ, elskunum mínar mér dreymdi að brotnaði mjólkurflaska passið ykkur nú og þá var það Dísa litla sem var ómálga sem braut mjólkurflaskuna. Þannig að maður var strax, og þetta eru skeignir Íslendingar sem mamma er komin frá 2 systkinabörn. Þú varst að segja áðan að börn séu svolítið klár, þannig að hún hefur líklega heyrt mömmu sinna að segja þetta og braut. Nei, hún skildi það ekki, af því hún var óviti, ég hélt það. Þú mátt alveg fara vísindalegina ef þú vilt að frekar. En allavega þá sagði mamma mér, að því að hún var svona eins og ég og pabbi við erum öll svona dásamlegur arfur, við treystum öllum, við segjum allt nema kannski til að ekki meiða. En þá dreymdi mömmu þegar hún var ólétt. Þá dreymdi hana sjálfa fjallkonuna. Ólétt af þér? Já, sem færði henni barnstranga og sagði Erla mín, þetta barn verður þjóðsinni til sóma. Þannig að þegar ég fæðist þarna í Hafnarfirði var allt fullt í Reykjavík þá bara gólar mamma, er þetta ekki strákur? En þar sem ég heyrði þessa sögu, það minnkaði ekkert sjálfstraustið í mér, skilurðu. Þannig að
svo lenti ég í rosalega góðum bekk í barnaskóla. En því ég spyr fólk hérna eftir fyrstu minningu, svo líka ein spurning sem ég alltaf með hérna, sem þú ert eiginlega búin að svara, sem að þegar þú hérna varst að alast upp, upplifður ástus og þú væri velkomin. Já, en sko, svo þegar ég 7 ára deyr vinkonu mín, Elisabeth, hún var dóttir konunum Brynhildar Nýju Líf. Hún var nýflutt og fór að kaupa sígarettur fyrir ömmu sína sem ég fannst svo dramatist því að mamma og pabbi höfðuðu sígarettur og lenti fyrir trukk og svo fekk ég fötin hennar, skilur og allt saman, ég fekk ekki að fara í jarðarförina þannig að ég satt bara með samlabókina og söng hérna Sálmennar Stafís Stefanssonar í augum þínu mikil undur sé og var ægilega dramatísk Jesú á krossinum og hérna og þannig að maður kynntist dauðanum svo bara var mamma svo vitlaus að hafa ekki lesið þessa bók og skilja ekki að pabbi væri fjölkvæðis vera eðlilega þannig að þegar ég var bak við hurð á 17. júní 65 eða 6 65 11-12 ára eða hvað? 10 ára 11 ára að hérna 64 tölstær þá bara heyri ég þegar hann að segja henni að ég kona vona á barni og mamma spyr elskar hana já, segir pabbi þú veist svo kom einn svo fór pabbin í svalaherbyggi og ég fór í fangi á honum og ég var lítil hrísla hérna og hann grét og grét og grét og grét svo Þetta yfir hverju grét hann? Að meiða mömmu og okkur, þú veist yfir þessu og hérna og heila í mánu þá var svona ótrúlega dramatist andrúmsloft á heimilinu þangað til mamma bara fór og þann stað í geðhringnum farðu en óhemja en auðvitað átti hún ekki að láta hann fara en hún var bróstolt skilurðu, hún skrifaði nefnilega í blaði MR 100 ára afmælisblað latinskólans grein kvenfrelsi eitthvað svona en svo dauðsá hún eftir honum sko og svo, þetta var svo mikið tráma að þá byrjaði að vaksa hérna krabbamein en hún dreif sig strax í kennarskólan, það var bara 1 ár til að fá kennarpróf til stúdentspróf og byrjaði að kenna upp í Kópavogi skólan sem var í miðjunni og mjög stutt frá Hafnarhlíð 1 bara strætó beinanleið en svo hættir Afi að vinna 1970 á Ríkisútvarpinu og deyrst skammi seinna fekk heilablóðfallna rekti vindla og feitur og var alltaf á bíl og æðakerfið og í jarðaför Afa þá bara fer að blæða úr vinstri nösinu mömmu og þá fyrir hún auðvitað til læknis og þá var bara komið beinæxli þannig að varð að taka halvan efri góm og kinnbein og auga gat ekki lafað voðalega dramatist og hérna þá sko var geislað og það var sprautað og allt sem var gert þá og hrosalækningar í krabbameinslækningum eins og núna ennþá bara miklu einhvern veginn grófara svo fór hún til Danmerkur og Trausti bróðir var að birta svona systkina spjallþræði mjög kaldhæðnislegt kort sem mamma sendi honum frá lækninum í
Lyngby eða hvað var einhvers staðar í Danmörku sem að smíðaði inn í hana ógeðslega ljótt glerauga sem hékk gerfi auga sem hékk í glerugum með kúlu hérna og rillingur en hún hélt áfram að kenna og krakkarnir sem hún kenndi upp í Kópavogi elska hún alveg mikið og það fer ekkert eftir útliti hvern maður elskar þú veist. En var hún þá ein með hvað 7 börn? Nei, hún var búin að krækja sér í kall fyrst var hún með wannabe óperusöngvara sem hún kendi með sem við hlóum mikið að stelpurnar en það var lögg á sumrin mamma átti á sig fljótt og þetta var nú ekki sniðut en þá myndi hún Akkur ekki? Því að bara ekki óperusöngvari sem lögg á sumrin þetta hljómar ekki það hljóta að vera önnur ástæð fyrir þetta var ekki gott Já, en við skulum ekkert fara til þá sálma getur einhver vita hvert Nei, ágætismæður þeir bara, hver getur útskipt ástir annara, enginn, það er ekki hægt en þá bara áttur hann sig á því að elskulegu maður sem að hún hafði þekkt hérna hún var hérna 4-5 sumar á Gilsbakka strákar frá Stórási í Hvítasíðu Helgi Kolbeinsson spila harmoniku en hann væri bara skilinn þannig að hún hringi bara í Helga og segi Helgi, hvað með okkur? Og þá bara kom dásalegt hjónabönd en krabbinn var byrjaður þú veist, maður fær eitthvað hryllt áfall og krabbinn fyrir á stað Og trúirðu því að þetta sé bara bein tenging á milli þess Já, mamma vissi þetta alveg Það verður veikur út á áfallum Já, nú segja vísindin þetta Öll vísindi segja þetta Það var með mann sem að dóa því að hann reykti og var á bíl og var feitur Já, afi minn Já. En á endanum að þá getum við ekkert sigra dauðan sko. Nei Hann vinnur alltaf Hann saman hvað reynir að blekkja okkur að þetta sé okkar hendi og sé okkur að kenna við degum og það verða ekki þannig Já mikið rétt en vísindin segja þegar að ónæmiskerfið í lagi þá bara fara hvítu blóðkornin leið er alltaf að byrja svona skrýtna frumuvöxtur en hvítu blóðkornin fara og drepa þau en ef maður er í áfalli þá með allt niður sig eins og maður segir eins og þetta sé pollabuxur ónæmiskerfið allt niður sig þá bara kemst frumuvöxturinn það mikið á legg að það er ekkert hægt að stoppa þá maður verði hamingjusamur. En þegar þú lýsir þessu að þá þú ert að lýsa að þú ert barn og allir taka þig upp og þegar þú dettur fram á rúmunni þá dettur á bumbuna pappaðinu Engin bumba Nei, það sem það getur ekkert slæmt í þessum heimi svo kemur þetta augnablik, þú bak við hurðina á allt í nú kemur bara paradísana missir Er það þannig í the good old times enda þegar þú ert 10-11 ára og við tekum svona erfiðari tími Nei, við heldum öll okkar gleði það þýðir ekkert annað og mamma var 42 ára þegar þetta gerðist og svo dó hún ekki fyrir 58 ára sko og kendi og allt var í góðu gengi lífið bara sparkar í okkur öll við þurfum öll að læra það og þau voru mjög hamingjusam saman mamma og Helgi og hann var algjörlega dásamlega að kunna komin á heimili sem stjúpi Svona mörg börn sko Nei, pappi tók Lilju og Trausta og Ragnar og Addi voru farin við vorum 3 stelpur Hvaða 3? Ég fætt 54 Vala systir fætt 60 og Dísa systir fætt 62 En pappiðinn tók Lilju og Trausta En þú varst pappastelpa Já Af hverju tók pappið ekki þig? Af því að ég gætt passað heim það var mjög skynsalegt stelpunar Hvernig fannst þér það 10-11 ára gaman? Alltaf sjaldan komu Lilja og Trausti og afi og bílnutral og þú veist og borðum saman hefðbundna sundarsmat annarkvort steikt lambalæri eða hrygg og söskjugröt með rjóma en svo eftir matinn
þá endum við oftast öllin í svalherbergi grátandi. En þetta var harmur. Þetta var þetta harmur. Það var einhver fjölskylda sem þið áttu og hún brotnaði. Já. Og þú talar það núna eins og það hefði verið hægt að gera þetta öðruvísi. Það hefði bara verið að mamma henn var í hvað kallar skaphringnum eða? Nei, hún var bara, vissi að það var komið kvenréttindi, nei, hún var bara reið og þoldi ekki að hafa hann að vitandi að hann elska aðra konu, það er ekki auðvelt. En getur hann ekki elskað tvær konur? Ha? Þú ert fjölkvænis kona, getur hann ekki elskað 2 konur og 3? Jú, en hver þoli það? Það vill enginn vita að við erum alin upp í fangi móður eins og aumingjar, ólíkt öllum öðrum dýrum að við erum auðvitað hallarslega heila og auðvitað vilja allir elska einn og að einn elski sig. Já, það er ekki frekar þannig. Jú, þú er alveg til í að elska 17. Ég elska öllum systkini. Hver þeirra myndi bara elska þig? En maður vill að einhver einn elski sig. Við þurfum all fang til að kúri. Það sem er svo sorglegt hvað margir er reynir. En þessi tími, að því að mamma og pabbi skildu þessu tíma og mjög oft svona þegar maður hugsa tilbaka að þá voru þau í svona hlutverku sem að voru kannski ekki svo mikla fyrirmyndir Þú veist hvernig fara að vera sunnudagspappi og það var ekki sem búin að finna upp. Já, nei, það er alveg sagt. Ég fengum allt og sjaldan að sjá hann. Og þetta var einmitt og það var mér skrítið að vera skilnaðarbarn, að skilnaðar var ekkert komin eiginlega. Þetta var 65. Þetta var fyrsta kynslóð kvenna sem að sparka köllum sínum út. Já. Líklega, það er svona þetta lítið. Og svo var annað sem eins og tengdamóðir mín sem giftist drykkjumanni og giftist honum 2 svar og mamma Eggerts og þannig hún kynntist í hvernig að vera einstamóðir og sagði mér frá því og svo var Lilja systir líka einstamóðir og það er ofbáslega erfitt að vera einstamóðir. Þessum árum var ekki hvarlaði engum að því eiginlega styðja þær sko. Nei, alveg satt. En tengdamamma var heppin, hún var sæt og skemmtileg. Hún fór í bingo og það var svo ljómandi sætur bingostjóri. Gunnar Gissurason, hann kom úr A-hreyfingunni, hann hefur verið einn af frumkvölum þar. Það er eitthvað að því sko mamma þín, hún hringir í hann Helga Kolbens, eða ekki? Já. Tengdamammaðin fyrir bingo og það er bara að leita að einhverjum kalli því það get ekki fungerað með einar. Nei, það er bara skuttlur. Heldur það sé út af svona tilfinningilega að leita ástinni eða er það vegna þess að það er bara allt og erfitt efnaðslega að vera ein kona? Eins og ég var að segja á þann, við erum bara hálf. Hver manneski er hálf? Tilvera, ég kalla Guð, tilveruna bjó okkur svona til, karla kona. Þetta er heilt. Og svo all heimkynnin, hvernig sem við gerum þetta. Það er bara svo mikið gæfu að hafa einhvern ævifélaga, en það er ekki allir svo hefnir. En mér langar að segja hvað mamma var skemmtileg og hvað var hamingjusöm með Helga. Og það var einhvern veginn, síminn var í hólinu og ég má geta heyrt, Guð gaf mér eyra, ég söng það mér þessu einsöng. Mínu fjölskyldu heitir að vera eyrnastóra því að börnin geta heyrt. Börnin geta heyrt alveg 300 metra held ég. Það er eitthvað sem skiptir máli. Það heyra allt sem við megi ekki heyra. Það er ekkert af því sem við eiga að heyra. Ég fannst leil til að mamma hringdi í æðiskasti í Ragnheiði ömmu. Það var bara hræðilegt. Hún var alltaf góð og kvaldist svo og skammaði sín svo fyrir pappa. En hún hringdi pappa á góðum degi og sagði, Valdi, hann Helgi miklu betri í bólinu en þú. Í alvöru? Var ekki gott á pappa? Á hverjum degi? Nei, á einum degi, eitt góðum við þetta. Heyrði hann að segja þetta við hann. Þá var hún náttúrulega kannski að þroskast sem kynvera og meira gaman en þetta var mjög fallega gert. Þú gerir það fyrir að hún hefði verið að gefa rétta skýrslu. Hún hefði ekki verið saklaus. Bara að Hún var bara góður sakleysingi eins og ég og við og
og þetta var líka fallega gert, þá fór hann kannski what? Á ég kannski að hugsa aðra en sjálfa mig? Ég er ekki fullkomin, ég get Já. Það er mjög fætti. Herðu, en 10-11 ára, það er líka eitt sem ég spyr alla þegar maður er svona cirka, það er kannski fullorðnastu við þetta, en svona þetta leiti, þarna 10, 11 og 12, að það var svona runnu fyrir manni að maður mun fullorðnast. Já. Og hvað sástu fyrir þig þá sem 11 ára gömul að yrði úr Þórunni Valdemarsdóttur? Ég held ég hafi það var náttúrulega svolítið erfitt. Ég fekk unglingaveiki 13 ára og hætti að læra að spila á píanóið, en mér langaði eftir stúdentspróf, þá fór ég aðeins aftur í tónó. Ég hefði alveg getið orðið ágætur tónlistarkennari. En svo fannst mér rosalega gaman að teikna og svo auðvitað bókmenntirnar. Maður fann alveg að maður var fæddur í fjölskyldu og náfrændur Ragnarömmu voru þessi flottu kallara og Kirkjubóli, Guðmundur Ingi og amma talaði í vísum og þess vegna þegar ég fór að yrkja sleppti ég loksins að með beislinu og lét koma hefðbundið af því amma bara og allt þetta sem var maður í fanginu á henni og svo kom afríski dansin og þetta er allt sami ritminn og og ég bara fór líka að yrkja strax þegar ég var lítil og ég man eina ægilega sæta vísu og við Lilja leitum saman yfir Klambratún. Einu sinni hann og hún leitust yfir Klambratún, voru bæði fjarska fín, hann og unga stúlkan mín, ég man ekki hvernig það voru bæði saman og mikið var það gaman, eitthvað skilur og svo man ég dásamlega vísu sem ég verð endilega að kvelja stóra bróðir minn með af því að hann man ekkert eftir þessu, en þetta var alltaf brennimerkt í hausinn á mér. Tóta ljóta, keyrir skóta, er að róta milli fóta. Þannig að svona er nú stóri bróðir minn Alexander gott skáld. Þannig að það var verðlandi kveðskapur á þessum tíma og það var ein rás, það var eitt útvarp, mamma alltaf með útvarpið á. Þó maður lifi í bókmenntum og sögum og listum, að þá er ekki þar með sagt að maður horfi á það að maður muni vinna við það, eða það? Nei, ég bara var þæg og ég kláraði og gekk bara mína braut gegnum skólakerfið og ótrúlega heppin að vera á tímum námslána og þó ég var dóttir einstæðrar móður eða þannig þó, þú veist, og ég eftir stúdentspróf þá var ég svolítið rugluð hvað ég ætlaði að gera af því ég hef aldrei átt auðvelt með að ákveða mig af því ég er svo mikið leiti þó ég sé strákstelpa. Akkur á leiti erfiðara með að ákveða sig en aðrir? Líkt á kettina, fressið æðir út og læðin er alltaf svona. Á ég að fara út eða hvort ég fara? Kynin er ólík. Ég var erfitt með, þess vegna svo fer eignast Ingriðsson minn Valdimar, því hann vissi alltaf hvað ég ætti að gera, hvert ættum að fara. Ég er kannski svo draumlynd og ég er ekkert alveg í núinu eða hér. Lærðum þá að flýja erfiða tilfinningar þegar ég var barn og all flóttamenn og auðvitað bækur er flóttaleið. Ég las á hverjanda kveli alla. Ég held þá að ég orðið svona nærsýn. En Guðni Gunnarsdóttir vinkona mín sem er núna gift endurskoðanda mínum og Öndvegi Sólu Friðþjófi Eyjólfssyni. Kallaði þér Dittó, dásalögur. Við hringdi hana, við vorum í MH, ég í Hamrahlíð 1 og auðvitað kom hún með mér heim af því að hún þurfti að taka strætó upp í Kópavog.
og ég sagði, Gunni, hvað? Hún hringir í mig og segist vera að fara til Svíþjóð, Lundar í Svíþjóð. Og segi ég, og hvað ætlar að læra? Þá sagði hún sagnfræði. Og þá sagði ég kem með. Þannig gerst það. Og Anna stórsystranna var að læra félagsfræði. Þannig að ég var eitt vetur í Lundi, þar Guðni fór og allir sem þekkti fóru, og ég hélt það nú út samt fram á voru, samt mætti ég of seint í skólan og kláraði próf í hagsög og einhverju og bara helvíti gott. Ég er svo þakklátt fyrir þetta að vera sveit og fíl, af því að maður verður voða gott að hafa eitthvað skandinavist bakland, af því við erum svo mikið þaðan, og Svíjar fyrirlíti okkur ekki eins og Danir og Normenn. Og svo kom ég heim og fór í háskólan og svo var það kláraði BA-próf í hvað röð var þetta aftur. Allavegna þá var Fríða, það var áður en ég kláraði BA-próf. Fríða vinkona þekkti Sollu frænku Bríetar, ég man ekki alveg, sem hafði farið að læra vefnað í Mexíkó, og Fríða Sigvaldardóttir, kona Jóns Arasonar, Hólmfríður, hún vildi fara til Mexíkó að læra vefnað, og þá segi ég bara ég kem með. Ekki að læra vefnað? Já, nei, listasögu og sögu fyrir Kolumbus. Og í listaháskóla í San Miguel de Allende, Guanajuato fylki, og þá hugsaði hvað lánasjóður er góður. Hann læti mig fá lán til að fara til Svíþjóðar. Svo læti hann mig fá lán til að fara aftur í háskólan. Svo fæ ég lán til að fara til Mexíkó, heilt ár. Og þau vissi ekki hvað allt verið ódýrt, svo ég gæti lifa svo drottning og allt sumari líka. Og fengi heilt ára skóla. En er þetta ekki bara góð fjárfesting að styðja unga fólki til þess að kynna sjálfum sér? Jú, að sjálfsögðu. En þegar maður segir, hitti poet frá Bandaríkjunum einhverstað öðru heimsálfum og maður segist fá borgað fyrir að skrifa ljóð. Þeir bara góla og gráta. Það er eins og ég var að reyna að lýsa á þarna, því að við erum svo fá að við getum ekki staðið undir, Já. Þetta er niðurgreiðsla vegna fámennis þjóðarinnar. Á meðan að sá sem er í Ameríku, þú veist, ef ég skrifa ljóð, þá eru kannski 1000 sem er eins og ég í Ameríku, á meðan ég er bara einn hérna á Íslandi. Ég veit. Þannig það er... Blessa fámennið. Blessa fámennið. Það er ekki hvað til blessun, en það er... Jú, en það er líka blessun upp á sjálfströsti. Ég man þegar ég verið í Lundi, þá voru 8 milljónir í Svíþjóð. Þá var talað þess að kraftaverka einhver sem hafði verið í sagnfræðideildinni, hefði gefið út ljóðabók og var í fréttamaður sjónvarpinu útvarpi einhverstaðar. What, hugsaði ég, að því heima á Íslandi þarf maður ekki annan að gera svona. Og þá, að því að það gerði allir og þá áttaði ég með þetta þessu sem þú ert að segja, hvaða er mikið, hvaða sem fólksfæð hér er dýrmætt. Það var allavega þannig og það var örugglega meira þannig hjá köllunum, að við fengum meiri séns. Eða strákstelpurnar. En ég er ekki viss um að þetta sé jafn svona opið samfélag núna eins og það var áður. Ég er ekki alveg viss. Skólakerfið hleypt okkur í gegn og núna eru stelpurnar algjörlega blómstra og svo, ég er orðin maskulínista því ég finn svo til með strákunum. Konan búin að taka all embætti. Herra, nú þarf þetta að útskýra fyrir mér hérna, af því að þú segist vera lady og strákastelpa og hommi og svona reynda að útskýra hérna kynjafræði Þórunnar Valdimarsdóttur. Nei. Við erum öll margar sýslur. Þú veist að vel Matthías sagði það. En ég er nýbúin að skilja enn eitt hvað ég er. Ég er straxari. Straxari? Þú veist hvað að vera slúksari? Já, það gera bara hlutina strax. Ég gera alla hluti strax. Ekki fresta neinu til morgun sem að... Nei, það fær maður ekki hugmyndir. Þá er maður alltaf með lafandi eitthvað drasl í sálinni. Það er líka mjög sniðugt að gera bara hluti. Ertu kannski straxari? Að því þú segir þetta, að þá hef ég oft sagt þegar fólk er með svona hugmyndur að geyma eitthvað. Þú veist að við svo bara í svona fjölmiðlun og svona. Já. Ég segi alltaf bara púðra öll út því að þú verður að tæma tunnuna til að fyllist það. Þá segir bara selbröðu straxari.
En útskýrði þetta samt fyrir mér þetta að vera hérna, Nei. Ég tók eins og viðtal við konu hérna sem að sagði það að verið sko strákur og labba fram hjá spegli og séð típiskan dreng þegar hún var stúlka. Já, nei. Og það var svo mikil upplifun að því að hún væri raunverulega strákur. Nei, ég hef aldrei alltaf verið sátt við mína kynvitund. Já, en strákastelpa getur líka verið það stelpa sem að fungerar í hópi strákana. Sko. Já. Þú ert þannig strákastelpa. Já. Þær eru oft, strákastelpunar eru oft blindar fyrir sko baráttu kvenna. Af því að þeim líður ágætlega inn í strákaheimi. Já, ég var þannig. Það menna öðrum konum upplifa bara kúun og fyrirlitningu kallana. Já. Strákastelpunar eru alveg ónæma fyrir þessu. Alveg hárrétt hjá þér. Þú ert bara að lýsa mér. Og ég hef alltaf átt 2 vini, alltaf tommavini. Tommavini? Já, Eysteinn og Valir, ég bjó með þeim. Ég var auðvitað hrædd við kynlíf út af mömmu og pappa og lengi að jafna mig í þeirri deild. Og hrædd við ástina. Já, hún var eyðandi, já. Ég gæti bara verið með stráka eina nótt, svo vildi ég aldrei meir og ég lagast nú aðeins í Mexíkó. Það losnaði við svo marga drauga. En sem sagt, það er bara gamall brandari að segja, að kona segir hún sé hommi þegar hún það er sama að segja það er strákur í mér. Þá er það sama að segja að það er hommi í mér af því að ég er bara skotin í strákum en ég er samt með stráki í mér. Og Hilmar Hilmarsson sem var æskuvinur, dásanlegur fjölskyldvinur alla tíð og líka vinur Eysteins og Vals, galdramaður og hérna æðsti góði allsherjar góði. Og fekk hann ekki sambarlegt krabbamein og móðin? Jú, það er alveg satt. Jú, elsku kallinn. Búin að ganga gegnum hremmingar og læra með þetta lífið. En hann sagði líka alltaf í þessu sama djóki að hann væri lesbía. Að því að hann væri með mikla konu í sér. Það er líklega rétt að það, ekki? Jú, þetta er bara svona orðaleikur. En þá er það þannig að það er eitthvað svona, hvað er við kallað? Það er bara karleðli og kvenneðli og við erum blöndu úr því. Já, og við erum mjög misjafnar blöndur. Það er hægt að setja þetta í hringa líka, að setja þetta svona og það er Barbie og Ken hérna á sikkurum endanum. Og svo erum við nær og nálægt miðju er gagkinnigt fólk sem er með mikið af kona með sterka kall með sterka svona, eða sem er kallað, þetta er náttúrulega bara allt eitthvað bla bla og svo kannski þegar maður er komin yfir þá er maður, ég ímynda mér þetta á skala þá eru öll hinkynnin. Þannig væri það að við verum alltaf eins en svo erum við líka, getum við kannski flakkað þess á. Já, mér fannst það væntum þegar Matthías Jochumsson sagði að það væri margar sýslur í okkur. Og hann var náttúrulega orðaleikur með að maður væri margt að sýsla en svo mátti líka taka þetta bókstaflega þannig að ég bjó bara til lista með hvaða sýsla í mér væri hvaða Þórunn sko, já. Eitt af því sem þið vorum að tala í upphafi að eldast að stundu finnst manni það að þegar maður eldist að þá breytist maður náttúrulega en maður er líka allt sem maður hefur verið sko. Þannig að inn í mér er drengurinn og inn í mér er elskan mín allir þessi Gunnarar og allir þessi Smárar sem ég hef elskan mín og allir þessi yndislegi tilfinningagarður með öllu, ís og eldi og öllu en ég var að lesa ég fann blað heima sem ég einhvern veginn prentaði út lýsingu á svona strákstelpum eitt atriði er að þær eru aldurslausar þeim er anskotað sama tölstafi, hvort það eru gamlar eða ungar en það sem ég elska tilveruna og fólkið og þessar þjóð þá erum við að gera eitthvað rosalega vitlaust varandi líkamann og finnum hann ekki vel eða? Já, og rækta hann ekki rétt og dansa ekki á torgum og hérna sko í hamingjuleitinni þá er þú veist, það er alveg eitt samfélag getur búið til nokkra svona
góða hluti sem augljóslega eru fyrirbyggjandi heilsu. Til dæmis eitt merkt kaffihús í göngufæri í hverju hverfi þar sem að gamlingjar koma og geta hist. Til það selskap. Já, ég var búin að velta fram þessari hugmynd að búa til svona lítið skilti. Ég nú fari í ferð með heldri borgurum. Njálslóð, kannski stingi upp á þessu við þau. Og það myndi standa opið borð, þannig að ef ein manneskja sest og fer hún bæta sér kaffi og nær sér svona skilti opið borð og setur hérna og allir sjá það. Það þýðir að maður er til að spjalla. Af því að nú er orðið svo mikið dónaskapur að tala við ókunna í þessu nýja samfélagi, fyrir utan að enginn tala, þú veist. Er það? Ekki á götu, þegar maður sér væna mannesku sem býður góðan dag, þá má spjalla, sérstaklega hún er með hund. Já, það er kona sem býr í miðbæ og á hund. Hún segir að túristarnir fatti það, að því að túristar eru ekki með hund. Já. Þannig að hún þarf að segja öllu til vegar þegar að labba með hundin. Sko. Þannig að hittir allt saman túristar. Sko. Já, ég fatta líka fólki með hund er ísltingar. Já. Nei, en það er bara... Nei, þú veist, það er bara, við erum all kurtis, maður fyrir ekkert, þá mann leiðist að fara á kaffihús, maður fyrir ekkert að setjast í ókunni fólki. Er ekki rétt hjá mér? Við vorum að tala einmannleikan hérna, ég held að þegar ég var að tala við hann Bjarna Karlsson, og þá vorum við að velta fyrir okkur, það væri ennþá þannig að maður geti labba til nágrannans og fengi lánaðan bolla hveiti. Hvort það væri orðið þannig núna að það þetta ekki sjálfsagt, þessi svona eins og þú varst að lýsa með vinkonuna sem að gengur bara inn á heimilið og eitthvað svona, hvort að heimilið væri lokaður í dag, svona að væri svona vörn einhvern veginn í kringu. Ég held það. Jú, ég held það. Ég held að það er allir hættir að dettin í heimsókn, það er bara dónaskapur. Já, hringi ekki undan sér. Hringi undan. Þá er voða gott að vera með bílaða dyrabjöld eins og ég. Já. Er það út af því að allir eru með svona dagbók og prógram? Þannig að ef þú kemur skyndileg heimsóttu mín þá er þetta raska prógraminu. Ég veit ekki. Nei. Ég veit ekki. Það er eitthvað að breytast og það er mikið talað um það og við erum verið að tala um það við alls konar fólk hér. Já. Það er svona hvað við segja, svona félagsneti er að breytast. Já. Og bara stóra línan er svo, við erum hópdýr, við eigum ekki að vera ein og stór fjölskyldan var bara dásamleg. Þegar fólk bjó allt það var hver aumingja í sínu horni og börn og allt þetta náttúrulega gamall draumur ég fatt hann ekkert en það geti kannski einhver reynd að skrifa doktorsritgerð um þetta hvernig þetta gerðist og ég veit að Bretar eru búin að setja einhver lög gegn einmannleika af því að einmannleika þetta er vandamál sem þeir eru með á borðinu á borðinu. Herðu, en þú hefur hérna ort og skrifað eitt og annað. Já, svona, nú ætla ég að tala sko kynlíf. Ertu með kynlíf og heilanum? Færðu ekki teima? Nei, ég er að rekja söguna svo að segja. Og þú varst þarna orðin kynþroska, segist það var bara sofið á einu strákur, kynlíf. Er þetta einu sem fólk hefur áhuga á? Nei, ekki læknast fyrir en þarna í Mexíkó, þá ertu líklega komin á 30-aldurinn. Þannig að kynþroska tímabilið, það var ekki svona ánægilegt í þínu lífi. Nei, ég var alveg helbláa marinn eftir mömmu mína býst ég við af því að hún gat ekki falið tilfinningar sínar og Ég bara reyna að skilja þeirra þá svona upplifun á því að í einhverjum samvistum við kalla að það er bara harmur. Nei, ég vissi líka bara, við getum alveg tekið annan pól í hæðina. Ég vissi alveg að þetta var fucking alvarlegt mál að bindast einhverjum kalli. Maður vissi það alveg. Og það vita allir núna vonandi hugsa sig ef maður til dæmis eignast barn með einhverjum. Það er eins gott að hugsa það vel. Þú veist. Að þessi sómasamlegu maður. Já, ég var 6 mánuði með einum strák sem kynntist í háskólanum og
svo bara sagði hann mér upp og ég var svo fóið þegar hann kom skríðandi og grenjandi á þröskuldin og ég ætla ekkert að fyrirgefa það sko. En svo var ég bara svo heppin að ég var að dansa, ég var svo skotin í Eggerti að á lestöðunni að þriði hafði Árnagarði, ég fann þegar hann kom inn, þú veist, þá ég sneri bakinni. Við vorum skotin, fundum strax ef við vorum skotin í hvort öðrum haustið og 13. desember þá fór ég að dansa á Hótel Borg og var með fléttur í hárinu og þá bara kom einhver aftan frá og tósaði flétturnar. Það var Eggert. Og svo vorum við bara saman í 34 ár. Og ótrúlega heppni og eins gott ég beið, skilurðu, að því að við vorum með Venus træn sól hvors annars, gagkvæmt. Það er ekki til meira harmoni. Þið voru fædd fyrir hvort annað. Já, harmoni. Af öllum þessum... Þó hann var lágstnari en ég og yngri. Og það hétu öfugur aldursmunur þá. Þannig að af öllum þessum líklega rúmlega 5 milljörðum manna í heiminum að þá var Eggert búinn til fyrir þig. Algjörlega, af því hann var Íslendingur og það er ekki hægt fyrir orðabrjálæðing að ég myndi ekki tíma sleppa því. Að lifa í sama tungumálinu. Já, og það er ekki sakfræðingur líka og óbærslega góðir og En elskaður hann alla tíð, alla daga? Já, og við upplifum alltaf eins og allir gera sem er í löngu sambandi þá upplifum maður hringrás. Maður fer alltaf aftur á staðinn þar sem maður var óbáslega ástfanginn. Maður fer á alla þessa staði. Og við varum ekkert mikið að hangi hvort öðru eins og mörg sum hjón gera. Ég fikk að fara á ritundahæli erlendis og hann líka, hann var 2 mánuði í Washington við rannsóknir og hann átti dásamlega vin Jóhann B. Jónsson og sem hjálpaði honum að finna allt fólki varandi Braggabókina og þeir eru svo góði vinir að þeir ekkert fór að skoða all söfn á Íslandi og byggja upp þessa menningarmiðlunardeild, safnardeild þá var Jói alltaf með honum, það var bara allt í lagi mín vegna skilurðu og hjón sem fattaði að leyfa hinu að svo veist láta heimann ekkert alveg renna saman það held ég sé mjög farsælt hjónabandi. Mér er ekki eins og ríkisstjórnin núna sem er bara með neitunarvald hvort á annað Ég sé stundum svona kettlingar sem eiga gasala sætakalla sem alla konur skotnar í og það þekkir alla konur og sumar einstæðar konur tala bara hryllilega erfitt að maður fer sem einstæð kona í partí með eintum hjónum af því að það eru svona kettlingar sem eru kannski ekki ástæðulausu píldi hrættar kallinn sinn og allt í lagi með það en núna einn vinur minn vorum eitthvað að röfla hann líka ekki eins og ég ekkill og eitthvað að tala að það væri nú eitthvað gott við þetta frelsi nei, það er bara alveg hryllilegt að missa sinn ævifélaga það er bara vont en ég hljópi svona varnarátt ég fór allt í einu, það var allir svo vandræðilegir sáu mig að ég fór allt í einu að reyta með brandara og þetta er varnarháttur sko í sorg því fólk vill heilsa mér en verður svo vandræðilegt þá fór ég allt í einu að reyta með brandara skilurðu og bara sem ég hef aldrei gert áður. En þetta er erfitt að mæta einhverjum í sorg ég veit það alveg, svo vandræðilegt svo líka fólk er bara vannmáttugt sko. Það er ekkert sem ég get gert sem að linar sorgina. Jú, það var bara dásamlegt það fundi allir svo til með mér það var svo snöggt og sama hvert ég fór ég fekk alltaf faðmlög og bara kom allir það var æðislegt svo var fólk núna er að verða komin 10 ári og ég er alveg svona en svolítið finnst ég hugsa alltaf með fólk gegnum tölustafi getur vel ekki að það sé örugglega eitthvað heilkenni
en ég var það var hitaveiturreikningur í gær af því að það saman 2 efstu hæðirnar Bárugötu voru ein hæð, Eymundur skrifstjóri og það ennþá það kostar milljónir að láta taka pípurnar í sundur og þannig að við skiptum hitareikningnum þannig að ég prenta út hvað það kostaði og það var 19.580 og þá bara gong beint í augunum með 1958 það er ekkert, skilurðu og þannig kemur hann til mín og svo grenja Hitaveiturreikningana bara þegar ég sé tölustafinn 58 skilurðu og svo ekkert býr í hitaveiturreikningnum amma já, og allstaðar þar sem eitthvað fallegt syngur og svo bara grenja maður mesta mótnana En þá? Ég grenjandi núna það bara flæðir og það svo gott að vera tilfinningavera af því að þá kemur líka endorfín, náttúrlegt deyfiefni Gráturinn gerir okkur sterk Já, eins og sagnfræðin Ég sá ekki að það er alltaf detta til mann svona hér og þar á netinu þá var eitthvað, hvað var það en ég vil ekki lifa í heimi þar sem að tilfinningar eða góðmennska litið á það sem veikleika Það hljóður að tala að gráturinn gerir okkur sterk Já Ég vildi óska strákar getur grátið meira en þeir verða reiðir og þá skiptir miklu máli að geta stoppað það Reiðina að vera með Já og eftir að ég breytist í kerlu og ekki búið laðið sér niður þá finnist þetta svo mikla reiði ég bara segi hvernig ég að drepa hvernig ég frekar kannski hvernig ég lemja þegar maður ábyrður eitthvað að því ég finn bara svo mikið kraft það er voða erfitt það má ekki predika og ég er ógeðslega fúl út í mína kynslóð fyrir að hafa ekki predika neitt þegar vissum alveg mamma vissi en mamma brjálaðist þegar kom fyrsta mjólkurhyrnan það var þessi píramidin hann sagði mamma nú er það búið hún sá bara fyrir sér umbúða geðvikina þú veist og sagði alltaf við börn og ömmubörn þið bjargi heiminum þú veist en þess að mín kynslóð til dæmis rithöfundar hafa alltaf barist fyrir betri laga sem er að í heiminum en hvort sem hann var út af okkur fannst social realism svo leiðinlegur, hann var ekki í tísku og það síðasta sem á er að predika það verður alltaf verið svo lúmst þú veist, maður er að predika á hans að predika allt þetta. Það var haldið fram að vera leiðilegur og það var að sumu leyti var eiginlega bara hluti af utanríkisstefnu Bandaríkjanna að koma módernismannum að til þess að ýta social realismin í burtu. Já, svo við gerðum ekki neitt. Vegna þess að social realismin var náttúrulega kannski í grunninn ekkert annað en það að voru tekið alþýðu fólk og sett inn í miðju sögunar. Það var eiginlega powerið í social realismin. Það má ekki, ég skilði, þetta er heldur góð kenning. Þá þurfti að búa til einhverja svona módernism sem var mikið af svona innra lífi fólks átengdu samfélaginu. Stjættlaus og fleira. Einmitt. Nei. Núna... Talandi um það, hvernig þú ert rithöfundur. Hvað er að gera í bókunum þínum? Allt mögulegt. Ertu með svona plan? Ég skrif ekki, það skrifa gegnum mig. Nú? Já, ég bara sest niður og vinn með rassafli ef ég er löt, bara sestu, kettling. Og svo sest maður fram tölvuna, getur maður ekkert annað gert. Svo vaknar maður bara upp eftir nokkra tíma. Og það sem stendur annað er eitthvað sem að þú vissir ekki að væri til? Jú, ég er náttúrulega bara ígja þetta. En ástæðan fyrir því að ég var aldrei sett listamannanafn og neitt á miðöldum var að þau áttu sig allir á því að þetta kæmi að ofan eitthvað og ég var sem ekki lasni, ég fæ alveg hugljómanir og gaman en ég var sem ekki lasni, ég held að
ég fann það alltaf hér. Það er einhver orkustöðuna fyrir ofan hvirfilinn. Þannig að ég held að hugmyndina kæmi bara svona eins og lítið þyrla og setti sér ljós. Nei. Nú sé að vísindin er búið að gera þetta í rannsóknarstól. Fyrst verður maður glaseygður að því að verður að slökkva augunum því þau taka svo miklu orku. Og svo kemur hvirfilbylur inn hægra gagnauga og hríslast gegnum allan heilan meðan að manneskjan fær hugmynd. Kemur úr gagnaugablaðinu. Ég held að heiti það hérna. Og auga til gags og þetta heitir Hof, Temple. Og þetta heitir líka trúarstöð. Af því að ég sé alltaf þegar Hörður Bergmann er settur í rannsóknarstofu stól því hann var svo jarðbundinn. Þegar mjög jarðbundi fólk er sett í stólir vísindas rannsóknarstofu og það er settur rafmagnin í Temples, hofinn, þá bara kemur hugljómun. Skilur, því hugljómarnir eru hér. Þú þarft ekki að segja mér þetta vegna þess að ég er með Flogavik í þessari heilastas. Elskan mín, báðum. Nei, ég veit ekki, ég hef bara held að hérna minn. Elskan, lágur alvöru Flogaviki. Hvernig alvöru Flogaviki? Nei, það var Flogaviki alls konar sko. Ég hef fólk sem ég er ekkert svona veikur sko. Nei. Ég hef fólk sem er bara fárveikt af Flogaviki. Ég veit það. Þetta er bara eiginlega svona, ég fengi svona Grand Mal-flóg og dottið út. Ég er bara tvisvar held ég, tvisvar eða þrisvar. Það heitir lágur krampaþröskuldur. Þannig þú ert ekki með ör á heilanum? Því ég datt ekkert svo langt. Ég datt í ísbúðinni. Allir kunni ekki að detta því ég er búin að dansa svo mikið. Og svo datt ég úr hengirúmi. Ég held þetta að sé ofnin heima í Jónu Frænku sem er í heilanum á mér. Sem ég hef verið ekki orðin eins árs. Já. Þá er maður svo mjúkur sko. Elskan. Það kom ör. Sem síðan kemur í ljós seinna hefur bara áhrif á karakterinn og ýmislegt sem að gerist. Mitt er hér. Já. Ég var að renna mig niður velbónaðar tröppurnar í Hamli 1 á svo miklu afla og svo fæturnar niður og svo flög ég á ofnin. Þannig að við erum margur... Það var þess að miðstöðafna það sem voru þarna, já. sem er eiginlega bara búnir til þess að... Meðabönd. Það er engin rök fyrir þessari hönnun önnur. Já. Já, en svo er ég komin hérna, ég fór hérna Indlands á Vógam, þá er ég komin svona brúnan blett hérna. Þannig að þetta er eins og þriðja auga. Það er síið niður. Já. En hérna, þú ert sagnfræðingur. Já. En þú ert náttúrulega gafst út bók sem er sagnfræði hérna íslenska fyndni, eða ekki? Það er sagnfræðingur sem gaf út frekar rithöfundur. Já. Og þú ert ennþá í því? Já. Ég skildist nú eiginlega á þér þegar þú komst að ræða þá bók. Að það væri bara að þú gætir fengið sko styrk fyrir þetta? Já. Þannig að þú ert svolítið klók að sækja styrki, eða? Þeir geta ekki sagt nei, ég er svo dugleg. Já. En það mjög útsmáða hjá að maður gefa 9 mánuði og þá vantar mann laun í 3 mánuði og þá verð ég að sækja í hagþengi eða rannís og þá verð ég að skila bók þannig að maður fær smá styrk ég fikk smá frá hagþengi einhver smá sumu þá verð ég að taka halvt ár í það klára það að því maður klárar. En er þetta eitthvað mál að vera rithöfundur og sagnfræðingur og skáld? Eða ekki bara eins og Snorri Sturluson, hann setti sig við það? Já. Við strákarnir við verðum að fóra þetta við eignararnir. Nei, þetta er bara ógeðslega gaman. Fræðmaðurinn gerir mig miklu sterkari. En hina, sko, sagnfræðingurinn er svo sterkur því að hann hefur þreifað á einhverju öðru en núinu. Þannig að ég er alveg hræðileg, ég má ekki lesa sögulegan skáldskap því að ég guppa yfir tímaskekkjunum. Og ég er hægt að lesa svoleiðis yfir nema fyrir einhvern sem er náinn. En
það var, já, sem sagt, það var ótrúlega mikilvægt fyrir mig að hafa Björn Þorsteinsson fyrir kennara, af því hann var svo innblásinn og hann gerði, eiginlega allir sem nefnt að skrifa sakfræði voru innblásnir af Björni Þorsteinsson, hann var svo göfuglindur, hann var ekki með svona mikil innhverfsyndrom eins og flesti sakfræðingar, hann var bara beautiful. Og þegar maður sá hvernig hann skrifaði, hann var líka í London, hann var inspirerað af breska skólanum, ekki þýska sko. Og svo bara ég núna, ég skrifa mínu einminningar og fari gegnum gömul blöð og ég sé alveg að ég byrjaði að birta ljóð lengi árin fór að gefa út bækur, það í tímarit. Lesbókin, já. Nei, Greinar lesbókin, jú, nei, það fór einhver tímarit, máls og menningar og svona, andvari, man ekki alveg. En hérna Þórunn, af því að þú ætti að gráta, en ég ætlaði að spyrja það áðan þegar þú varst að gráta, en hætti við það. Ég var ekki... Mér langaði byrja að segja mig frá Egypti, af því hann er svo stór hluti af þínu lífi. Já, hann var bara alltaf duglegur og hann kunni ekki að hvíla sig, hann hætti að drekka sem að getur verið hættulegt þegar hann fitnaði. Það þarf eiginlega fólk þarf að fá mikla aðstoð við að hætta að drekka svo að fíknin fari ekki á næsta einhvern annan bæ sem oftast þá verða feitur og hann var bara svo duglegur og mikil vinnugleði eins og allir sem kynntist honum muna og hann skildi svo mikið eftir sig af því hann kendi svo mikið, hann kendi öllum sakfræðingum aðferðafræði. Svo var þetta kraftaverk með hjálp eins gulddrengjana rétt fyrir hrun að fá út úr Landsbankanum 3 milljónir, ég man ekki, á ári eða 3 ár, laun fyrir hann til þess að stofna menningarmiðlun sem að hefur síðan verið langsterkasta deildin inn í sakfræðinni og sakfræðin fær peninga eftir hvað útskrifast margir og koma margir nemendur. Þannig að deildin hefur malað gull og tekur inn fólk úr öðrum deildum og ég vildi bara óska hann að fengi að lifa til að sjá allt þetta blómstra. Ég er nýbúin að fara á Hvanneyri og stríðsminnasafnið í Hvalfirði og ef hann hefði séð, þú veist, svo maður grennir þetta mest út að þú vilt endilega ég fara með aftur að grenja út af barnabörnin sem maður fær ekki að sjá. Ég man ég gekk upp Bankastræti og hitti Sumarlið á Þóru, þau voru með barnabarn í kerru og ég fatt að þetta svo skilur En hann er alltaf með þér? Já, alltaf með þér. En ég held að sko hinni bræðirnir voru ekki svona mikinn metnað. Metnaður má ekki vera of mikill. Hvernig metnaður? Sko Gunnar Gíslason, stjúpi sem ól ekkert upp. Ég held að brunnið svolítið á honum hvað, hann átti bróður sem var lögfræðingur, skákmeistari Íslands, læra lögfræði og dóu berklum, skilurðu. Og ég held að mamma þeirra, það var einhver mjög flott ætt og eitthvað í kringum Skálholt að var til framhjábarn, þannig að það var ekki svona full rausn í fjölskyldunni og sársauki og pappinn fékk loksins vinnu við höfnina þegar eftir í kreppunni, þú veist, eftir eitthvað dautt tímabil og dó í vinnuslysi, það var alls konar svona og það var Gunnari svo mikið gleði að ala ekkert upp og sjá hann blómstra. Hann var ofsalega flottur maður, hann átti dásalegt málverkasafn og mjög yndislegu kalla margu leyti vann hjá Ölgerðinni af því hann hafði ætlað að stofna vera sjálfur verslunarmaður, það er önnur saga, nenningu út í hana, en hann sem sagt
gladdist svo mikið að það var drengurinn hans og að sjá ekkert blómstra og í öllu sem hann gerði. Ég veit ekki. Það allan honum að þakka algjörlega. Og svo þá var ekkert bara fyrsti sem tók stúdentspróf sko í sinni ætt, skilurðu. Og nei, hann var bara einhvern veginn, gat allt og gerði allt og hann hefði meira segja örugglega farið í landsliði handbolta ef hann ekki hægt að stækka. Eitthvað svo, ég skil ekki alveg handbolta að hann var einhvern veginn bestur á þeim staði þar sem betra að vera stærri. Tralala. Það var ekki í Hornunum. Það var í Hornunum sem að miklu mennindir eru í handbolta. Ok, en það sem sagt engin má sköpum renna eða hvað heitir. Það er bara áskapað og allt þetta. Það er svona sérstakt útlit. Ég sá son ykkar, annar sonur ykkar er alveg eins og hann. Já, Gunnar Theodor. Já. Alveg með ólíkjendu hvað hann er einhvern veginn ber svip föður síns. Já. Spitting image. Það er ekkert að leina því. Og Valdimar líka hans. Já, það er ekki eins afgerandi. Svo. Nei, hann er líka hans, segi ég. Þá hann sé ólíkur, og það er fallit fólk í Eggertsætt og ljósart eins og Valdimar. Barbarossa, rauðskegurinn minn. En hann býr til þess að deild upp í háskóla? Auðvitað var ég, sko, ef að ég hefði ekki verið búin að kaupa fyrir hann hjartavernd í jólagjöf, jólin áður, og að því ég óttaðist þetta, þó hann var farin að ganga upp í háskóla, ég sá að hann var of feitur og var í hættu og vann of mikið, kunni ekki að hvíla sig. En hann var alltaf að fara, ætlar ekki að fara. En svo rann þetta út. Og svo var hann alveg kolgrár í framan, hann var að gefa út sveitin í sálinni og að kenna og gera allt og var kolsvartur. Og fekk smá, hann fór í jólabóð sem ég fór ekki í, ég var veik, eða ég fór með hann í mann ekki, hann allavega fekk næstum því eitthvað svona. Og þannig að ég bara ætlar ekki að fara til læknis. Og meira að segja, ég réð bara ekkert við hann, maður ræði ekkert við svona kall. Og meira að segja, sagði við fólki upp í háskóla, ég ætla að fara til læknis eftir áramótin. Svo bara dettur hann niður á gamlársdag. En núna er mikið gleði fregn að því Valdimar Ágúst ætlar að gifta sig á 10 ára dánarafmæli hans. Hilmar Örn ætlar að vígja og svo ætlum við að hreinsa húsið af sorginni, ekki hreinsa það en setja hamingjuna með því að halda brúðkaupsveislu heima. Og dansa? Og dansa 31. Já, dansa. Er það að því að hann stofnar svona menningarmiðlunardeild og að því að þú ert sagnfræðingur sem að reynir að skrifa bækurnar þannig að það séu þú veist, með bara tækni skáldskaparins líka. Já, þá er þetta svona annarsvertu með svona sagnfræði þar sem er hlaðið upp ykkur þekkingu en hún er náttúrulega dauð nema að þið takist það miðlinn einhvern veginn. Já, og hann var ekki einn þetta. Eggert var líka að skrifa bækur fyrir almenning og lagði allt upp úr því og Gunnar Karlsson og Helgi Þorláksson og Gunnar Karlsson vildi að ég legði Snorra Húsafelli fram sem doktorsritgerð, ég nefndi bara ekki og núna flissa ég bara yfir, ég er búin að skrifa svo marga doktorsritgerðir, ég er alltaf flissa og segja, ég er bara býð eftir að vera heiðusdoktor eða hver nefnir því að þegar maður fær pening til að skrifa að láta einhverja helvítis kalla með stafkróka fara í gegnum eitthvað hver þarf doktorsnafnbót? Já, fekk fólkorðuna, er það ekki nóg? Þú skil hvað ég er að reyna að segja. Mér bara óaði við því. Ég hafði bara engan kjark í það að fara, að því ég vissi alveg að þetta var umdeilt, að þetta var Eskilskólinn og ég gekk aðeins langt til
Ég var líka að skrifa þessa bók fyrir fólk sem baði mig það, þú veist, afkomendur Snorra Húsafelli. Það sem ég er að velta fyrir mér að þegar við sitjum hérna við þetta rauða borð og við sitjum alltaf hérna og erum að reyna að sko ræða einhverja bara hugmyndir og reynslu og hvað þannig að það er svona að fá fólk sem hefur verið að rannsaka og skoða eitthvað til þess að koma hingað vegna þess að og svo í lokin þá segi ég alltaf þakka ég gestunum og svona og svo þakka ég fyrir hérna áhörfundunum sem að breyta þessu í fjölmiðlun. Já. Að þá verður raunverulega galdurinn til að þau eru þá sem eru að hlusta og að því að þú tala um svona menningarmiðlun og að það er svona náttúrulega einhver svona hugmyndum að sko einhver þekking eða einhver menning hún verður náttúrulega ekki neitt sko nema að hún bara fái að seytla sem mest samfélagið og verði ekki lifandi og fái andsvar eða algjörlega. Auðvitað fer sko fólki úr Fílabeinsturni Háskólans mikið í kennslu eins og ég ætlaði að gera. Ég bara beðin að skrifa þessar bækur. Einu á annari og svo var ég bara alltaf tilnefnd og byrjaði að fatta að ég væri rithöfundur. En gegnum kennsluna fer það sem að háskólinn og svo auðvitað raunvísindin eru frábært að þessi komin annar háskóli og öldum gott til, það er nú margt skána síðan við vorum ung. Þú ert miklu yngri, mér er svo gaman að segja við. Eða hvað ertu miklu yngri? Ég er ekkert svo mikið yngri. Endanum verðum við öll jafnaldrar eitthvað. Já, og það er bara, ég lasi með þetta strákstelpusyndrom að mann væri alveg saman aldur. Og það gerir mann ekkert gott að fá allt í einu rekast á einhvern vegg og fara gegnum hvað hlið, þú ert 67 ára, þú ert að fara í ruslið og allt þetta. Samt ef við erum að hugsa því að það er náttúrulega í samfélaginu okkar er svona tilning til þess að hætta að hlusta á eldra fólk. Já, já. Og ég hef nú stundum talað um það hérna því að mér finnst oft gaman að fá svona eldra fólk sem er komið með svona bara annað sjónarhorn og líka með annað svona reynslu og það er kannski hætt í svona ati samfélagsins og er þar hann ekki með svona hagsmuni og bara svona wise old men og wise old ladies. Er ég svona wise old lady? Nei, en ég er að tala um bara í umræðinni. Já. En þegar við vorum ung, að þá voru eldri konur til dæmis, að það fóru bara í uniform eldri konur. Amma var til dæmis bara alltaf í peysufutunum. Hún bara mætti, líklega, ég býst ég við það einn daginn að hún bara mætt. Nú er ég orðin gömul kona og ég hef autoritet sem gömul kona og þess vegna er ég í þessu uniformi. Einmitt. En þegar ég var í stjórnfélagsískra fræða þá heldum við fundi upp í kennaraskóla og það var mynd af ömmu, hópmynd af þeir sem útskrifust. Hún var dönskum kjól. Það voru sumar stelpur dönskum kjól. Og að vera á dönskum kjól þýðir hvað? Nú, vera ekki í þjóðernisbúning og Mattias Jokk sagði sko 2005 hvernig fengum heimastjórn 6 mann. Þá hætti þessu, þetta er komið, þú veist. En þá voru blessuð ungmennafélögin búin að byggja upp ábærslega öflugt og flott lið sem að, þú veist, alls ekki gera lítið úr því. En það auðvitað markeraði okkur ábærslega þessi þjóðernishyggja. Í Sjálfstæðisflokknum. Var ekki öllum flokkum. Já, ég held að. Þú með konu framan á þér. Hvaða konu er þetta? Það er þjóðbúningastofa gáð og þetta heitir óþekkta konan. Já. En þegar strákar spyrja mig þessu, þeir eru náttúrulega bara að horfa á brjóstun á mér. Ég er að tjóka. Þá segir, já, þetta er óþekkta konan. Og ég er óþekka konan. Og svo bæti ég, þú ert nú ég bara með þetta svo strákarnir horfa á brjóst. Það eitt sem ég vil láta að spyrja af því að þú varst að tala að þarna þegar þú var 10-11 ára þá fara systkinin þín, Lilja og Trausti, eða ekki? Já. Fara til föðuðins og þú varst að lýsa á það þegar þú varst að labba yfir Klambratún með Lilju líklega áður en þetta gerist. Ég sé ykkur saman. Ég er bara að velta fyrir mér að því systur sem að alast upp á sikkur heimilinu hittast og gráta saman og svona. Já. Hvernig getur lýst sambandinu ykkar? Já,
ég stóð nú fyrir því að hún kom heim. Aftur? Aftur. Það var allir það leyti sem hún fer í landspróf. Já, hún flutti heim. Og pabbi var sár og súr og eitthvað. En henni leið bara ekkert vel. Lilja náttúrulega bara, hún var alltaf ung þegar Trausti fæddist. Og hún var mjög viðkvæm og falleg, góð og yndisleg og hún þau grétu nú bæði, hún og Trausti, og fannst erfitt að fara frá mömmu. En Lilja kannski meiri óhemja. Og Trausti fékk að vera yngsta barn í 2 ár. Það skipti máli. Þannig þú varst að hugsa þetta, þú varst að segja hérna áðan að ef maður er elskaður fyrstu 2 árin þá er maður hólpinn. Það er bara svo fallegt að vísindin að segja þetta. Við verðum bara eiginlega að fara að læra af þessu. Við gerum það kannski ekkert. Nei, lengi býra fyrstu gerð. Það eru til málsættir yfir eiginlega allt. Ég elska málsættabókina. Svo bý ég bara til málsætti ef við vantar það. Það má. Herðu, Þórunn, takk fyrir að koma hérna í helgispjall. Bara, ég get alveg röflað í viku ef þú vilt. Já, kannski gerum við það. Bara komst á klóst. Já, kannski gerum við það. Ég var að hugsa að því að við erum alltaf bara, við rekum þetta á stuðningi almennings. Yndislegt til hamingju með þetta. Að vera með svona maraþonviðtal. Kannski fæ ég þig með því og við erum að tala í viku. Já. Og safna peningum fyrir samstöðuna með því. Já, og svo það er vel þessi batteri að vera beittari í hugsjónum, sko. Hvaða batteri? Samstöðin. Þú ert að gera allt sem þú getur, ég veit það alveg. Annars núna þessi yfir veðurstýra heimsins búin að setja red alert. Það er bara komið. Er þetta ekki red alert? Það er helvíti alvarlegt ástand, veður ástand heimsins. Þannig að þetta náttúrulega gerist bara eins og Grikkir saminuðust þegar þau eignuðust ytri óvinn og núna verður bara mannkynið að saminast og hreinsina heim og ég er bara full að trúa að við gerum það. Af því að ég nenni ekki öðru en vera bjartsýn að ekki hafa það fyrir loka orð. Af því manni líður langt best. Gera það litla sem maður ræði við og svo. Takk fyrir mig, elskan. Já, takk fyrir komuna. Og ég þakka ykkur hlustendur góðir fyrir að staldra við og breyta þessu samtal okkar í fjölmiðlum. Framundan er helgardagskrá samstöðarinnar. Það er úrval vikunar hér á eftir og svo á morgun verður þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils. Hvet ykkur til þess að fylgjast með því, en það segir bara góða helgi. Segðu það á Samstöðinni.